Já, velkomin á Frelsi TV í þátt sem ég kalla Helstormur heimskunnar. Við erum stödd hérna á því ágæta ári 2015. Í dag er 4. nóvember og helvíti heimskunnar heldur áfram að vellast einhvern veginn áfram og fólk er misfast sofandi í því ástandi. En ástæðan fyrir að ég kallaði þáttinn í kvöld Helstorm heimskunnar er einfaldlega sá að ég var að horfa á heimildamynd sem að tekur svolítið vel saman þar sem að ég og jafnvel meira Guðjón Reynberg hefur verið að tala það eru blekkingarnar í því sem að kallað er seinni heimsstyrjöldin. Og í raun má segja að þetta sem kallað er fyrri heimsstyrjöld og seinni heimsstyrjöld og núna svo þriðja og svo framvegis er í raun allt saman ein og svo sama styrjöld. Og þessi styrjöld hefur verið í gangi frá því í Babylon. Ég var að byrja að tala þetta við á félaga mína í Harmageddonum. Þeir því miður hafði ekki mikinn tíma. Og ég var nú aldrei þessu vant, búin að undirbúa mig fyrir þáttinn hjá þeim. Og þeir ætla að tala New World Order, blessaðir drenginir. Og ég svo sem með það fyrir framveg. Mun blaðast eitthvað í því í kvöld. En endilega farið inn á Frelsi TV Facebookina. Það getur verið bara facebook.com/Frelsi TV í einasta orði og þar sjáið þið mynd sem heitir Hellstorm Exposing the real genocide of Nazi Germany. Og við erum ábúðslega upptekin af svona síðustu glæpaverkum andskotans, ég held að sé einfaldast að kalla þessi myrkraverk heim til föðurhúsanna. Og það er að koma í ljós að allt sem okkur hefur verið sagt og allt sem hefur verið frætt í seinni heimsstyrjöldinni er omvendt. Og þeir sem að frömdu mestu stríðsklæpina og morðin eru einhvern veginn fórnarlömbin og hetjurnar. En fórnarlömbin, saklausa fólki sem var drepið í milljónavís, það er einhvern veginn gleymt og minning þeirra svertuð með að það hafi verið glæpamennirnir. Og þetta er aðferðafræði eða aðferðir þessara afla sem við erum að glíma við. Og þið skiljið kannski okkur erfitt er að koma sér inn í svona 15 sekúndna þáttaskot eins og í Harmageddon. Og virðing mín fyrir strákunum er reyndar að aukast, þannig ég hætti nú kannski að kalla þær Harmageddonar, sem er reyndar bara sætt líka. En það sem ég var að byrja að segja þarna í þættinni var að svona atburðir eins og er að gerast núna, þessir fölsku fánar eru allir útkrotaðir í ákveðnum merkjum. Og og það er aðferðafræði, merkjafræði, það er hægt að sjá
hverjir að framkvæma þessi verk, af því þeir skilja eftir merkin sín óhræddir, að þeir vita að þeir geta keyrt þennan helstorm heimskunnar svo langt og svo lengi sem þeir vilja. En þetta byrjar með svona nokkurs konar okkulti. Og okkult dregið af orðinu oculus. Oculus þýðir auga og oculus þetta í stundum að þegar maður að leita í fylgsnum fjandans, þegar maður að leita í dyngjum djöfulsins, þá stundum erfitt að leita og þá fer tölvan að frjósa og allt það. En ef ég sýni ykkur hérna bara myndir, ef ég gerir leit að oculus okkult, þá sjáðu að byrjar alltaf þetta auga að koma fram. Auga, sem svo sem ekkert skrítið af því að oculus þýðir auga. Og hér poppar upp Albert Pike, sem ég mun segja ykkur meira frá á eftir. Þessi einn af þessum hugmyndafræðingum sem var uppi 1860 cirka. Og þið sjáðu alls staðar augað koma fram og hérna þetta fræga táknmál frá Egyptalandi. Hérna sjáum við þriðja augað, uglan. Og oculus eða okkult stendur, eða kult, þegar orðið kult. Þá eru til 2 tegundir af kulti. Það henni bara sjó, held ég, sem hérna Fabiani. Að oculus þýðir eða okkult þýðir að halda, það hefur með þekkingu að gera. Og hérna sjáum við ugluna, þess vegna alltaf Columbus eða Colum. Og ef við horfum á götur í Frakklandi eða Bandaríkjunum til dæmis í Washington, það var allt útkrotað í þessum táknum, allar göturnar og allt uppbyggingin á borgunum. En Skull and Bones náttúrulega. Ef að við það sem sagt okkult táknar að halda þekkingu leyndri. Okkult almennt talað sem fyrirbæri sem heldur þekkingu leyndri. Og það til svart eða dökkt kolt og ljóst kolt. Dökka koltið heldur þekkingu leyndri til vondraverka og ljósa koltið heldur þekkingu leyndri til þess að koma í veg fyrir vondverk. Og ef að þið lesið merkjafræði þessara aðila, þess vegna eins og þeim sem ég var að lesa merki NATO og OTAN, að þá þarf að skilja hvernig þessir gaurar að hugsa, Ef að merkið snýr svona, þá það merkið Satans, ef að þessi snýr upp, þá það merkið Guðs. Og sjáðu, þetta ljósmerki
og þetta er svartmerki. Og, það er svona reversus fræði í þessu hjá þeim líka sem er reversa hlutum. En, margir týnast hreinlega í þessari merkjafræði. Og menn, týnast í, er það Illuminati, er það þessi eða er það hinn, hérna er þessi gaur hérna. Æ, man ekki hvað hann heitir. Crowley held ég hann heiti, já. Hann var aðeins á eftir Albert Pike. Og, það sem ég hef kannski gert, sem að margir gagnrýnendur mínir, sem allir sannfærðir um að vandamálið sé að ég er geðveikur. Eða eitthvað skrítinn kall sem er eflaust hárrétt, sko. Það bara kemur málinu næsti ekkert við. Þetta hefur ekkert með mig að gera. Þetta hefur með ákaflega einföld vísindi að gera. Og við vitum núna, ég var að horfa á heimildamynd vísindakirkjuna, að það sannar þessa kenningu mína og getur tekið hvað sem er og breytt því í trúarbrögð. Þarna er heil kirkja sem vinnur alveg skelfileg verk, er svona níðingsstofnun og það er trúarhreyfing sem fellur algjörlega undir þetta sem er almennt kallað költ. Og orðið költ er dregið af orðinu okkultus sem þýðir auga. Og költ þýðir að það er verið að misnota fólk og gera vonda hluti. Og þeir sem eru í klúbbnum, að það er haldið leyndu fyrir þeim sannleikurinn. Það er költ. Og þetta eru engin flókin vísindi í raun. Þetta er búið að skilgreina. Þegar ég var eitthvað 18, nei, ég var nú aðeins eldri. 24, 5 eitthvað. 23, 4, man ekki alveg. Og því þá setti ég mig rosalega vel inn í költ dæmið. Setti mig inn í, ég er að leita hérna þessu fyrir ykkur, Marcia Rudins 14, sjáum hvort hann kom með þetta núna. Já. Sko, ég setti mig, nefnilega á ævinni minni, þá hef ég sett mig svo djúpt í ákveðna hluti og stundum hef ég ekki alveg áttum á því af hverju. En ég hef gert það mjög trúfastlega að setja mig vel inn í hluti. Þetta er rauðvín fyrir þá sem eru góleminn. Kassarauðvín. Það toppar ekkert það. En sko, já, ég hef sett mig inn í svona alls konar hluti sem hafa síðan gagnast mér seinna á ævinni. Og já, þannig er það. En hérna er þessi upptalning, það eru til fleiri og það eru til sko hellingur af bókum þetta pæl sko. Þessi listi er mjög góður sko, einfaldur og góður og hentar vel í þetta pæl sem við erum með núna. En ef við bara lesum yfir þetta kanni, þá er meðlimir sverja fullkomið trúnað við einhvern leiðtoga sem getur bjargað heiminum. Þetta á við alla stjórnmálaleiðtoga. Þeir eru í svona költi sem þeim að munu nú sérstaklega tilfinningarhreyfingarnar
eins og Vinstri grænir og Samfylkingin sérstaklega, þetta er sérstaklega ljóst í Samfylkingunni, sko. Og þetta er í öllum flokkum, sko. En þetta er ofboðslega transparent í Samfylkingunni og Vinstri grænum. Þetta er aðeins meira falið í hinum flokkunum. En þetta er samt, það er reyndar í Sjálfstæðisflokknum, þar er þetta. En Framsóknarflokkurinn er ekki eins, hann er aðeins öðruvísi. Þeir eru svo fáir. Þeir bara gera hlutina eins og þeim sýnist, en það byggir ekki á stórum hóp af fólki sem er að tilbiðja, þó sem náttúrulega undantekningar á því, en hinar hreyfingarnar eru alveg gegnsýrðar af þessu. Og þið sjáið að krítísk hugsun, rökræn hugsun er svona letjuð eða hreinlega bönnuð. Og þið sjáið þetta mikið gagnvart mér úr svokölluðu háskólasamfélagi. Háskólasamfélagið er köld. Þið getið farið yfir þennan lista hérna og þið sjáið þetta passar allt við háskólasamfélagið. Og ráðningaferlar og tækni við að fá fólk borð eru oft blekkingakennt. Og kvöldið veikir fylgjendur sína sálfræðilega með því að gera fólk háð hópnum til að leysa vandamál. Og þetta á við hópismann almennt. Og það er alltaf kommentin. Já, það að skvetta í sig 2,8% pilsner og rauðvíni. Þetta er svona Axel fullur light þáttur. Að nei, en ekki að lesa Rafleig Jón og Stebba, en ok. Ég er nefnilega svona köllleitói, sko. Ég vil að draga úr eitthvað svona krítik á mig. Já, einmitt. Ég er ekkert viðkvæmur fyrir því að fólk upplifi disassociation. Flestir sem í költi upplifa það þegar þeim bent á raunveruleika. Þannig að ég geti spreiðað eins miklu tilfinningarugli hérna kommentið og viljið. Það er engin áhrif á mig. Ok, það er sem sagt háskólasamfélagið þannig ef þú fer að tala eitthvað skrítið eins og já, þetta 7-2 er nú bara eitthvað rugl, þá ertu farin að tala gegn költinu og það hefur áhrif á afkomuðina. Og ég get nefnt ykkur dæmi með einn vísindamann sem vildi rannsaka kanínur í heimasveitinni sinni og eitthvað að pæla í fjölgun þeirra eða hvernig það einhvern veginn fungeruð. Og hann búinn að sækja á hverju ári vísindastyrk til þess að til þess að rannsaka þessar árónskanínur og hann fékk alltaf synjun. Svo eitt árið fattaði hann þetta 7-2 köld, sko, og það sagði, já, ég er að spá í áhrif kanína í minni sveit á loftslagsbreytingar. Og hvað haldið það að gerst? Jú, einmitt, hann fékk styrkinn alveg það árið, sko. Þannig að vísindamenn sem eru margir hverjir mjög gott fólk og inn í öllum þessum köldum raðast alveg hellingur af góðu fólki. Að vísindamenn vita þetta, að ef að þú ert ekki að fylgja köldinu, þá verður fyrir árásum. Skynsem hugsun og þetta hefur hann til dæmis hvað heitir hann í bóluefnagurinn sem gerði ekki Blaylock, hann hefur einhvern veginn sloppið árásir. En hann hinn gaurinn, muniði. Og
já, hann hann sem sagt kom með aðra hugsun heldur en kvöldið gott viðurkenndi. Hann sagði það er fásinna að mæla bara eituefnin í einu bóluefni sem börn eru gefin, að þegar þú ferð að telja saman bóluefnin 50, þá eru eiturinn í bóluefnunum langt yfir öllum eðlilegum mörkum. Og fyrir þetta var hann bara næstum því drepinn. Það var sem sagt gengið af ferlinum hans, það var allt sett á hvolf. Og þeir sem voru með honum í þessari rannsókn, þeir stóðu allir upp og settu rýting í bakið á honum. Allir sem einn. Kvöldið, ég hef kallað þetta huldisma. Sértrúarsöfnuður er ekki rétta orðið. Þetta er huldismi. Það er mín þýðing á þessu orði kvöld. Kvöldið manipuleitar, kvöldið nýti sér sektarkennd í þeirra starfsemi. Og þetta sjáum við með alla syndahjalið í kirkjunni áður en að Jesú bara kom að prumpaði á það. Sagði, mitt prump er jafn mikils virði og ykkar prump sem þið geymið í skókassa. Þá hrundi sú blekking eins og spilaborg. Að þannig sjáum við allir, það var athöfn það sem var verið að setja þennan CO2 sáttmála, eða þetta Agenda 21 eða hvað það heitir, það var að verið að setja það í svona örk. Af því að til þess að reka þrælakistur, þá þarf það að eiga prump í skókassa. Annars getur ekki rekið þrælan í lindina. Og öll þessi köld sem sagt, og þetta ég er að tala um köld sem að má rekja í mannkynssögunni frá Babylon. Eina sem að gerist er að það skiptir nafn og kennitölu á líkinu eða corporationinu. Það sem sagt, það er alltaf verið að nota sektarkennd. Já, þið eru að eyðileggja jörðina. Þið eru að eyðileggja allt, sko. Veist. Það er bara búið að skipta nafn og kennitölu á sektinni. Allt sem umhverfisinnar hafa sagt er nánast í sambandi við CO2 og það allt sem hann er bara kjaftaði. Sjálfsög eiga að fara með náttúruna og ég er mjög hlynntur því. Og sama má segja með trúarbrögð. Ég er mjög hlynntur því að fólk trúi einhverju góðu og eins og trú indjána eða hvaða trú sem er. Ég er mjög hlynntur því, en ég er mjög á móti því að það sé tekið yfir í cult levelin. Af því að cult til þess að geta funkara þarf að byggja á ákveðnum sannleika og byggir oft á svona manipuleruðum sannleika einhverjum. Ég meina það er staðreynd að CO2 hefur áhrif á loftslag. Það er að því að það er að sama og hægt að segja að sviti hefur áhrif á líkamshita. Erum við á að segja að það sé rétt að þurrka fólk af vatni af því að sviti breytir líkamshita. Þið vitið það að sviti lækkar hita líkamans. Þannig að CO2 er svona svipað á sviti jarðar, þar sem að jörðin er að losa sig svita. Og þetta vísindaköld er að eyða billjónum í það að setja eitthvað svona plastfóli jörðina þannig að hún sleppi ekki svita, sem alltaf hámark heimskunnar. Já, köldleiðtogar taka allar starfs- og lífsákvarðanir fyrir meðlimi. Þetta er náttúrulega í háskólaköldinu og stjórnmálaköldinu. Þá snýst þetta framaðinn. Og við vitum það að Bill Clinton var frægur fyrir það ef hann sá eitthvað fallega kellingu á út á götu sem hann vildi ríða. Þá sendi hann aðstoðarmennina sína til hann og sagði, ég vant ekki góða vinnu eða eitthvað. Og það sögðu nú flestar víst, jú, það er alltaf gott að fá góða vinnu. Já, þetta er bara að ríða kallinu svolítið. Það færðu góða vinnu.
og þið sjáið þetta rosalega mikið í kringum íslenska stjórnmálalífið og embættismannakerfið. Já, köld snýst bara um köld snýst sem sagt afkomu kvöldsins sjálfs og það er alls konar loforð að bæta þjóðfélagið. Þið sjáið einmitt í þessu Agenda 21, 2030 öll þessi loforð að eyða fátækt í heiminum og allt þetta kjaftaði. Þetta er einkenni á köldi. Meðlimir kvöldsins vinna oft mikla vinnu fyrir enga greiðslur. Það er átt við almenna köld meðlimi en þeir sem eru á toppnum eru náttúrulega á risalaunum. Það gildir líka eins og með Píratana. Jóhanna þeirra Vörk er á rosalaunum og stórum mútugreiðslum. Já, köld meðlimir eru einangraðir frá heiminum að utan og raunveruleikatest sem það geti veitt þeim. Þess vegna sjáum við þegar ég er að tjá mig á fjölmiðlunum og er að gagnrýna til dæmis læknaköldið sem er hluti af þessu vísindakirkjuköldi, að þá sjáið þið já, þegar ég fer að segja ákveðna hluti sem er svona svolítið reality testing, þá er ráðist á mig miskunnarlaust með svona að halda fram í þessu geðveikur og allt það. Já, köld eru allt þetta eða eitthvað af þessu og þetta köld sem er ráðandi núna New World Order er til dæmis anti-family og í raun anti-woman og anti-child líka. Það sjáum við á meðferðinni á Miley Cyrus til dæmis. Ef þið haldið að það sé einhver kultúr sem elskar konur, já þá eru þið bara heimskingjar. Svo er það alltaf heimsendirinn. Það þarf alltaf að vera heimsendir. Og það er til dæmis þessar ISIS-sögur og kjarnorkusögur og allar þessar ljótu sögur og CO2 er að eyða heiminum og það er að koma flóð og jörðir og það er að koma loftsteinar og það er, NASA er náttúrulega svona lygadeild í þessu köldi. Það er þetta atriði hérna. Það er alltaf að koma heimsendir hjá því. Harmageddon er alltaf í gangi. Auglýsa Harmageddon aðeins hérna. Og flest svona köld, many segja þeir, ég held að sé nú flest, eru sem sagt meðulinn eða að það er allt í boði til þess að ná einhverjum markmiðum, sko, drepa annað fólk eða bara whatever, til þess að ná einhverjum markmiðum fyrir köldið eða hópismann. Allt sem að við kemur. Og þið áttuð ykkur á því líka að valdstjórnin er köld, sko. Og er verka eða framkvæmdadeildin í háskólaköldinu. Og allt sem að við kemur fjármál er hjúpað í leynd. Og þið sjáu að ég hef upplýst rafmagnu okkar sem rennur í sjóin og allt það. Og Guðjón Reimberg upplýsti fiskinn sem er að ræna miðunum okkar. Og Seðlabanki Íslands er náttúrulega í einhverju annarlegu ástandi með fjármálin. Þannig að það passar hérna líka.
Það mjög oft og miklir möguleikar á ofbeldi tengt köldum og það stemmir náttúrulega við að núna vill valdstjórnin þegar glæpir hennar eru komnir upp á yfirborðið, fara að vopna hundana sína og hundarnir gelta bara í kór og sleikja þeim raskatið náttúrulega. Að þið sjáið að valdstjórnin, NATO, Sameinuðu þjóðirnar, stjórnmálaflokkarnir, háskólasamfélagið fellur allt undir þennan lista, hvert eitt og einasta atriði. Og eins og George Orwell átti einhvern veginn að hafa sagt, hann sagði, bókin mín 1984 var nú ekki hugsað sem leiðbeiningabók, sko, það var hugsað sem viðvörun. Og þessi svona listar eru gerðir og fólk er að pæla í svona köld málum til þess að reyna að koma í veg fyrir þetta. En þessi köld sem að er að fara svona illa með okkur eru að nýta sér þetta í smáatriðum. Og eftir að hafa hort á þessa heimildamynd Hellstorm að þá áttið ykkur á því að þetta er í raun template. Já, þeir eru ekki að nota svona viðvaranir til þess að stöðva skelfinguna, heldur nota þeir svona allt sem að hendi næst til þess að viðhalda völdum sínum. Og rétt að ég hef fjallað margt af þessu áður, en það virðist einhvern veginn vera að fólk bara nærir sig ekki. Og ég sé hlustendur hafa meira að segja áhuga að ræða einhvern rungara í glerkassa sem ég hef alveg absolutt engan áhuga á. En sko, til þess að geta keyrt svona ógeð, ég sit bara Slavery og sjáðu hvað myndir komast fyrst upp og strax upp. Það er oft gaman að sjá Google að því að þeir gefa þér svona viðurkenndu þjóðfélagsmynd, sko. Og og þeir eru ekkert að gefa þér endilega ef við förum í hvítþrælahald, þá er það alveg það sama, sko. Það í raun skiptir engu máli hvort að það hefur ekkert að gera með litarfar fólks eða uppruna eða neitt slíkt. Það hefur að gera með þessa hugmynd að ákveðin hópur af fólki telur sig hafa rétt til þess að beita annað fólk gegndarlausu ofbeldi. Og þá skiptir engu máli hvort að það er lífsofbeldi, kynferðisofbeldi eða einhvers konar annað ofbeldi. Og sko, það sem ég var að byrja að segja við harmageturnar mínar er að, sko, hugsum okkur að ég er mannkyn og ég fer með nefann og kýla eitthvað bara beint í andlitið og brýta á honum nefið. Þá mun allir segja, heyrðu, þú varst að beita ofbeldi. Þú þarft að sæta ábyrgð á ofbeldið.
og svo í réttarsal þá var sýnt fram á kannski það er blóð á hendinni minni þessu sem ég kýldi og var eitthvað svona sönnunargögn fyrir því að ég hafi kýlt. Og nú er ég mannkinn og búinn að vera að gera þetta í svolítinn tíma og alltaf er ég dæmdur fyrir hinu vondu verk sem ég er að gera. Og þá fer ég að hugsa, heyrðu, ég þarf einhvern veginn að komast framhjá með refsingu. Ég þarf ekki að gera þetta sem ég langar að gera án þess að það sé nokkur afleiðingar af því. Og þá kem ég upp með þetta snilldarráð að sita á mig silkihanska. Og og ég sit á mig sem sagt silkihanska. Og þið sjáu það ef ég sýni ykkur silkihanska að hérna er einn hvítur silkihanski og hérna er annar svartur silkihanski sem er kannski ágætt þannig að þessi saga sé hérna eru sjáðu þið 3 gerðir af silkihanskum að ég kannski hræðileg mynd, ok ég kannski er mannkinn núna og ég sit á með svona rauðan silkihanska. Svo fer ég og kýli einhvern í andlitið. Þetta er eitthvað svona þráhyggja sem ég hef að gera alltaf fyrsta föstudag sem kemur upp á 13. á hverju ári. Og þá kýli ég einhvern í andlitið sko. Og síðan tek ég af mér hanskan og skil hann eftir. Og svo þegar ákærurnar fara að koma, heyrðu, þú varst að beita hérna ofbeldi, þú kýldir einhvern í andlitið með hendinni. Þá segir ég, nei, ég snerti aldrei þessa manneskju. Þá segir mannkynið, jú, ég sá að þú kýldir viðkomandi í andlitið. Nei, ég snerti, hvernig get ég kýlt einhvern veginn, ég snerti hann aldrei. Og tæknilega séð, þá er þetta rétt fullyrðing hjá mér. Af því að eina sem snerti fórnarlamb mitt var hanskinn sjálfur. Svo kemur aftur föstudagurinn 13. Að þá nota ég hvíta hanskan. Fer upp á næsta manni og kýli hann í andlitið. Svo koma réttarhöldinni og segir, nei, ég snerti aldrei þessa manneskju. Það er hanskinn sem er ábyrgur. Það er hann sem að snerti manneskina. Hvernig getur þú ákært mig ef ég snerti ekki einu sinni manneskina? Og og síðan er það 3. árið þá nota ég svartan hanska. Og sama sagan endurtekur sig. Og ég kemst upp með það að gera þetta ár eftir ár á þessum einföldu rökum og ég snerti aldrei fórnarlamb mitt. Og þetta flokkast undir ofbeldisglæp. Það að kýla einhvern í andlitið er ofbeldi. Og það er ekki ofbeldi ef ég nota hvítan hanska og það er ofbeldi ef ég nota svartan hanska og það er kannski ofbeldi ef ég nota rauðan en ef ég fer í fjólbláan þá er absolutt ekki ofbeldi, það er ekkert annað. Það breytir raun engu. Sko í fyrsta lagi ef einhver kem og kýldi mig í andlitið með silkihanska og byrjaði eitthvað svona helvítis kjaftaði þá myndi ég ekkert hlusta á það. Af því að þetta er ekkert argument sko. En þetta er í lögfræðinni og þjóðfélagsfræðinni og internationalismanum og öllu þessu, þá er þetta all fræðin sko. Og hún er sú að sá sem er að beita ofbeldinu, qua bono, sá sem græðir á ofbeldinu, hann einfaldlega situr á sig mismunandi hanska. Og einn hanskinn er kristinn hanski, næsti hanski múslimski hanskinn og þriðji hanski er gyðinga hanski eða kommunista hanski eða
vísinda hans skiptir engu máli, að það er ofbeldið sem er verið að endurtaka aftur og aftur með nýjum silkihanska og fólk er svo heimst. Það er alltaf að rífast silkihanskana. Já, það á bara að banna að vera með rauða silkihanska, sko. Nei, það á að banna að vera með svarta silkihanska, nei, fjólubláa, sko. Nei, hvíta, sko. Og svo bara fer fólk hring eftir hring eftir hring og helstormur geisar reglulega, ekki reglulega, heldur stanslaust heiminn. Að fólk er svo heimst að það fattar aldrei að það skiptir engu máli í hvernig silkihanska ofbeldismaðurinn var með á hendinni. Það breytir engu. Það er í raun engin rök að segja að ég snert aldrei fórnarlambið þegar þú ert sá sem að kýlir framkvæmir ofbeldið í einhverjum tilgangi. Bara því hann er sadisti eða bara fílar að kýla fólk og kannski, veist, bara eitthvað. Það réttlætir ekkert ofbeldi. Og fólk er svo heimst að það situr allan daginn og rífst það hvaða silkihanski sé nú bestur. Og þetta horfir aldrei á ofbeldisapparati sem að stendur að baki. Það horfir aldrei á ofbeldisapparatið sem að er inn í silkihanskanum. Og það er heimskan. Og og markmiðið með öllu þessu sjói alveg frá því Babylon er þetta þrælahald. Það snýst allt þrælahald. Og í þrælahaldi, eins og Malcolm X sagði svo ljómandi vel frá, í þrælahaldi eru 3 greinar, það er 3 lög í þrælahaldi. Það er akurþrællinn. Þetta byggir á þessu stereotypu módeli hér. Það er akurþrællinn. Það er húsþrællinn og það er meistarinn. Og hvað var þetta? Já, þetta var þetta. Og Cave Master, getur eitthvað tölvutengt. Þetta er reyndar, já, það er já, einmitt. Slave Master, Slave, ykkur BSDM dæmi hérna. Að það voru sem sagt 3 deildir af þrælum og það er alltaf í þrælahaldi. Hérna sjáum við egypska þjóðfélagið. Það er faraó efstur sem er svona hálfguðleg vera, ósnertanleg vera. Svo eru vitringarnir eða ráðgjafarnir og síðan er það aðalsmenninir og prestarnir, fjölmöllunar og hermennir. Og síðan er það iðnaðarmennirnir, bændurnir og þrælarnir. Sjáðu bændur og þrælar á sama level. Og það sem að meistarinn gerði, og meistarinn er það sem að
þessari mynd hérna, þá er þetta fólk hérna. Það eru þessir ósnertanlegu, það er internationalinn sem er alltaf verið að syngja í einhverjum kommunista kumbaya. Að internationalinn snýst í raun fólk sem er með alþjóðleg vegabréf. Það er með international vegabréf. Já, Stebbi og Kó geta bara verið með sitt eigið rungvídeó, ég nenni ekki að svara því einu sinni. En hérna þetta er fólkið sem er international. Þetta er fólkið sem er með diplómatapassa. Þetta er fólkið sem er að vinna á Sameinuðu þjóðunum, NATO og Kó og öllu því dæmi. Þetta eru masterarnir, slave masterar. Og þið þurfa ekki að láta ykkur detta í hug að þetta fólk hérna getur kontrollera þræla. Þetta eru reyndar er þetta fólk með heri og alþjóðlegt bandalag. Sameinuðu þjóðirnar heitir það í dag. Að þetta fólk hérna ræður alltaf til sín þetta lið hérna sem eru húsþrælarnir. Og húsþrælarnir, þeir sjá að halda fólkinu hræddu og vinnandi og hvað sem helst. Að þá voru alltaf rosalega margir þrælar sem vildu komast í þessa stöðu hérna. Af því að þeir sem voru húsþrælar, þeir fengu að vera hérna inni og voru stundum með híbýli í kjallarann hjá meistaranum sko. Og ekki það, ég tek þetta bara sem dæmi sko, ekki það þetta er alltaf sama munstri sko, hvort sem það er hvít fólk eða hvað það heitir. Það er alltaf sama og ég geri svo sem engan greinarmun á því hvort að fólk er selt í vinnuþrældóm eða kynlífsþrældóm eða hvaða þrældóm sem er. Það er allt sami glæpurinn í raun sko. Og það eru þessir húsþrælar sem að framkvæma öll verkin. Og valdstjórnin segir síðan þetta var silkihanskinn sem gerði þetta, ég kom ekki nálægt. Og þeir hafa komist upp með að segja það alveg frá því að Babylon var og hét. Þetta er allstaðar eins, þetta er allstaðar sama kerfið, þetta er allstaðar sama lygin sem að byggir að baki og þetta hefur alltaf sömu myndirnar, sjáðu þið. Þegar þið horfið á þessar myndir hérna, þá gætu þið alveg eins verið það sem er að taka á þeim, sjáðu, þrælunum sem að sagði bara nei, ég er hættur að vera þræll sko, ég ætla að fara að gera eitthvað annað. Þá voru þeir teknir og alltaf opinberlega, alltaf ykkur að horfa á. Þessi hérna fékk að kenna á því til þess að hræða shitið út úr þessum hérna hálfvitum. Heimskingjónum sko. Og setja hérna slave. Sjáum við að hluti af þjóðfélagsverkfræðinni er að þetta BSTM sko, það er til þess að rugla allt þetta sko. Það er svona þjóðfélagsverkfræði. En ef við horfið á þessar myndir, þetta er húsþrællinn, þetta er líka, þetta er ekki hvítur maður sko. Þetta er húsþrællinn. Að málið var alltaf að láta alla horfa á. Þetta voru alltaf opinberar athafnir.
og sjáum við þetta. Og það þess vegna til dæmis sem að það nánast alltaf verið að leka á öllum viðbjóðunum sem í gangi í þessum pyntingabúðum og Guantanamo og öllu þessu, það í sama tilgangi. Og það verið að sýna lítil börn sprengd í tætlur og það allt í boði, sko. Og ef þið horfið á heimildamyndina sem ég sitt kannski linkin undir hérna, ég get allavega fundið það á Facebook-síðu minni. Að maður hlýtur að spurja sig af hverju er verið að þessu. Til þess að svona fáir geti haldið svona mörgum í þrældómi, þá þarf að hræða fólk opinberlega. Þess vegna allar þessar refsingar opinberar. Og þess vegna séð til þess að þú vitir af því að það verið að pynta fólk. Og myndbandið Collateral Murder, það til þess að sýna þér ógeðið. Þess vegna fjölmiðlarnir, fjölmellunar, allar fullar af viðbjóði til þess að hræða þig. Og allar þessar leiksýningar það sem ég kalla falska fána og þessar sögur frá París og Bandaríkjunum og allt þetta, það til þess að hræða þig, halda þér í ótta. Og en það alltaf sami valdastrúktúrin að baki. Og og samnefnari allra trúarbragða ofbeldi. Þess vegna þegar að háskólafólk eða þetta fólk sem alltaf að segja ég sé svo heimskur eða eitthvað, eða ég sé geðveikur eða whatever, það í raun að beita mig ákveðnu ofbeldi fyrir að tjá skoðanir mínar. Það þolir ekki það. Og eru svona myndir af þessum skókassa, eða svona ímyndaðar myndir af þessum covenant, eða sem sagt sáttmálanum sem kallaður Og sáttmálinn snýst alltaf þess prumpið í skókassanum snýst alltaf það að einn hefur meiri rétt en annar, að því að annar prumpaði í skókassan. Þess vegna hefur hann meiri rétt heldur en einhver annar. Til dæmis núna Íslendingar margir mjög fátækir og þeir eiga varla til hnífs og skeiðar. Þeir eiga varla peninga. Þannig ég spyr, og ég spurði þetta í mitt útvarpi Sögu í viðtalið við þá, veitu, af hverju prentið þið ekki bara peninga? Hvað málið með það? Það bara, nei, það bannað. Það ólöglegt, sko. Það má ekkert prenta peninga. Af hverju það bannað? Það fullt af fólki sem bara prenta peninga og lega þetta óbúslega ríkt. Já, það annað, sko. Já, það svona fyrir hópinn, sko, fjöldan eða sem sagt, það já, það svona lýðræði, sko, það svona, við erum valið öll saman einhvern ákveðin hópa fólki til þess að prenta peninga.
Nú, hvenær var ég spurður að því? Ég man ekki eftir því. Þessi peningasvikamilla er miklu eldri en ég. Og fyrir utan það, ef að ég hef ekki rétt til þess að prenta bara peninga hérna í prentaranum hjá mér, hvernig get ég þá látið einhvern annan fá þennan rétt? Það er ekki hægt nema í gegnum prumpið í skókassanum. Og ef að þú vogaðir að tala á móti prumpunni í skókassanum, þá heitir það guðlast. Og þá lendurðu í einhverju svona dæmi. Þá lendur þú í einhverju svona. Bíddu nú við. Hvar höfum við séð svona áður? Veitu hvað? Hvað var þetta hérna? Heyrðu mig nú, hvað er í gangi hér? Eitthvað er þessar myndir rosalega líkar, sjáðu þið. Ef við hugsum þessar myndir sem hugarástand, þá er þetta nákvæmlega sama hugarástandið. Pælið í því. Og svo einhverju prílátar allir pakkinn, sko. Og ef þið skoðið aðeins þessar myndir hérna, það er nú ekki þessi, ég skal finna þetta fyrir ykkur. Hérna verða kynnta undir þessari konu hérna. Það þarf náttúrulega að nauðga henni hressilega og brenna hana og gera alls konar hlutir. En sjáðu þessu gaura hér. Hver er þetta? Who the fuck are these guys? Hérna eru heilaþvegnu heimskingjarnir, lögguhundarnir, hermennir, silkihanskarnir. Hérna eru gaurarnir sem að snert aldrei neitt. Og sjáum við hér. Þetta eru nútímalegar, þetta eru okkar tímar. Því er ekkert að segja að þetta sé eitthvað svona í gamla daga. Þetta er, sjáðu, þetta er alltaf sama hugarástandið. Sjáðu þið. Sjáðu þið það. Þetta er alltaf sami hnefinn sem er að veita höggið. Sjáðu þið. Hérna situr gaur, sjáðu þið. Sjáðu hennar gaur hérna. Hver er þetta? Hver er þetta? Það er alltaf fulltrúi skókassans á staðnum. Það eru alltaf prump herrar á staðnum. Ef við tökum hérna Wits þá sjáið þið, það er alltaf fulltrúi frá prumpinu.
á öllum þessum myndum. Sjáðu hérna. Held að þetta sé Trump-fulltrúinn. Hérna það eru alltaf fulltrúar Trumpsins sem að eru að framkvæma þetta. Nema þeir gera aldrei neitt sjálfur. Heldur láta þeir silkihanskana sína að drepa fábjánana. Ekki endilega fábjánana, heldur fólki sem að sér í gegnum plottið. Sjá, það er alltaf einhver aðalsmaður eða fulltrúi Trumpsins á staðnum. Alltaf. Og þið sjáuð, þetta er allt sama hugarástandi, sjáuð þið. Þið hugsið bara hugarástand. Hvaða hugarástand er hérna baki? Þá hljótið að sjá að þetta er allt sama hugarástandi. Og það hefur absolutt ekkert með trúarbrögð að gera. Ef þið haldið það, þá eru þið kjánar. Þetta snýst að blekkja fólk. Þetta hefur meira með heimsku fólks að gera heldur en trúarbrögð. Þetta hefur meira með ofbeldishneigð fólks að gera heldur en trúarbrögð. Þetta hefur meira með ofbeld að gera heldur en trúarbrögð. Af því að þetta hefur absolutt ekkert að gera með trúarbrögð. Þetta sem ég er búin að vera að sýna ykkur núna ætti nú að vera vísindaleg sönnun fyrir ykkur. Ég meina, ef þetta væri bara trúarbrögð, þú veist, er það að segja að það sé tilviljun að 1913 er Seðlabanki Bandaríkjanna settur á stofn með svindli og mútrum og glæpastarfsemi, að árið eftir er bara vaðið í stríð. Haldið að það sé tilviljun í alvöru. Haldið að það sé tilviljun að í Þýskalandi millistríðsárana þá varu Þjóðverjar að byggja sig upp á bara nokkrum árum úr þvílíkri árás, sko. Og búin að leysa allt atvinnuleysi og þjóðfélagi kom bara í full swing. Haldið að það sé bara eitthvað tilviljun? Nei. Og hvernig heldur að Þjóðverjar hafi gert það? Þeir sögðu þessum money masters bara fuck off. Þeir sögðu peninga prentvélunum. Við getum alveg prentað þessa peninga svo þið. Það var það sem Þjóðverjar sögðu. Og þeir sem eru að svona Hitlersvæða þetta ástand eru fávitar, sko. Það tekur þið ekkert að tala við þá. Þetta er bara heimskingjar. Og það sem er að endurtaka sig aftur er ofbeldið og prumpið í skókassanum. Og prumpið í skókassanum var lengi vel trúarbrögð. Og þessi rannsóknarréttur kaþólsku kirkjunnar byggir á prumpi í skókassa og ofbeldi. Ef þú vildir ekki borga skatt til kirkjunnar þá lentur í rannsóknarréttinum. Það var náttúrulega synd. Og kaþólska kirkjan er náttúrulega eina ríkustu stofnun heims eftir þetta og eru þeir að tala núna eða það er svo mikið vandamál svona fátækt og svona, sko. Já. Það er svona svipað og mafíósi sem að veður sitt samfélag og ruplar og rænir allt segja að það er svo mikið vandamál, alls konar ofbeldi gangi. Við erum að stoppa þetta ofbeldi og allir, það á engin eitt, það er búið að ræna allt á öllum. Og svo er það með það bara allt á display heima á sér. Ég meina, af hverju haldið þið að fornminjar veraldar eru allar samankomnar í bandarískum söfnum og breskum söfnum og frönskum söfnum og þessum ofbeldis stöðum, sko. Eða svona það sem að upprunni ofbeldisins eiginlega er. En það sem ég var að segja, þetta kaþólska kirkjan var rekin á þessu prumpi í skókassanum sem ég sýndi ykkur. Það er þetta prump hérna. Þetta var semst fyrsta prumpið.
Síðan var og þetta var sem sagt prumpið á undan því. Síðan hérna ja, þetta var líka þetta er náttúrulega þetta er eiginlega tengt sko, þetta er eiginlega sama fyrirbærið. Og, síðan er World War síðan var sko heimsstyrjaldirnar 2 sem kallað er. Heimsstyrjaldirnar 2, þær voru reknar á peningaprentvélatrúnni. Og þið sjáið, þetta er allt saman sama þetta er World War II. Þið sjáið, þetta er allt sama ógeð, sko. Og þið sjáið ákveðin kaflaskil. Hérna er svona sem sagt þetta brute force sem var notað og er notað enn þann dag í dag. En þið sjáið það er alltaf sama hugarástandið þarna baki. Þetta er allt saman sama fyrirbærið. Þetta er allt saman nákvæmlega sama fyrirbærið. Og ef að þið haldið að þetta byggi á einhverju einni persónu sem heitir Konstantinus páfi eða þetta sé allt saman út af Hitler eða að þetta sé út af einhverjum einum gaur, þá eru þið þroskaheft, sko. Þetta snýst allt saman það sem við köllum tax farming. Og þetta er ennþá í gangi. Og hérna voru nornirnar, ég sitt þar ég veit svona í röð. Að prumpið í skókassanum, prumpið sem var sett í skókassan upp úr aldamótunum og vera töluvert lengi. Það var þetta hérna fyrirbæri. Sjáðu, þetta er byggt eins og musteri. Sjáðu þið það? Þetta er sem sagt ekki neitt ríkisfyrirtæki eða neitt í eign fólksins. Þetta er fyrirbæri sem er í einkaeigu stærstu þrælahaldara heimsins. Og þetta svindl sem er í gangi núna, þetta peningasvindl, það byrjaði þegar að sko það voru gaurar sem voru að geyma gull fyrir fólk og gaf þeim svona nót fyrir gullinu, sko. Þannig að þú gast alltaf farið með þetta var bara verið að geyma fyrir því gull og þú varst með seðil sem að vísaði á gullið þitt, sko. Og síðan fundu gullgeymslu gaurarnir út að það kom aldrei allir á sama daginn að sækja gull, þannig að þeir gátu gefið út miklu meira af svona gullseðlum, sko. Og því að menn voru hættir að nenna að fara og sækja gullið sitt og borga fyrir matinn eða láta laga þakið eða eitthvað. Þeir voru farnir bara að skiptast á innistæðu seðlunum fyrir gullinu. Og þá gast alltaf farið inn eða farið og sótt gullið þitt, sko. Síðan er slitið, sko þetta er allt í lagi. Það er ekkert að þessu. Það er ekkert að því að einhver geymi fyrir maður gullið og síðan sé seðill sem maður getur sótt gullið sitt og allt það. Og það er það sem að þessi ofbeldis þrælahaldarar bregðast að gera alltaf.
þeir eru mjög uppteknir af því að arka um jörðina og finna nýjasta svindlið, sko. Og og þetta svindl hérna er búið að vera í gangi. Undirbúningurinn var svona 1800 og styrjaldirnar í Bandaríkjunum, svokallað borgarastríð, snerist að þetta nýfrjálsa fólk vildi ekki greiða skatta til konungsins í Englandi. Og þannig að þetta snýst alltaf um skatta og tíma þinn og verðmætin þín. Og í raun er þetta kerfi sem við lifum í dag er í raun bara nútíma þrælakista. Og þú getur verið í þessari þrælakistu í töluverðum friði og það var nú oft í kringum þessi þrælahús, sko. Það var þjóðfélag, það var jafnvel komið þjóðfélag þræla, þú veist. Og til dæmis talað í Egyptalandi, það var það sem þeir kalla Ísraelsmenn, þeir voru allir þrælar faraós, en þeir, þú veist, það var bara heilt þjóðfélag, sko. Þannig að þú getur verið í bara þjóðfélagi með húsum og öllu og það er allt í gangi, sko. En þú ert samt þræll, sko. Og málið er það að þessar hús og þið munið þegar Ísraelsmenn fóru út í Egyptalandi, þá voru þeir alltaf að möglega. Það var nú betra að vera bara í þrældóm og þá fengum við allavega alltaf að borða og það var svona alls konar óbúslega flott við að vera í þrældómnum, sko. En þá ertu alltaf þræll. Og og þeir sem að vilja ekki til dæmis vera þrælar, að þrælahaldararnir beita alltaf sömu ráðum á það fólk. Það fólk er pyntað, það fólk er drepið á hrottalegan hátt fyrir framan alla hina þrælana. Það er alltaf sömu seremóníurnar í kringum það. Það breytist ekki neitt, sko. En það er eins og með, þú veist, kynlífsfanga eða konur sem voru teknar í þrældóm, þær lifðu oft í höllum og höfðu, þetta snýst nefnilega ekkert efnisleg gæði, þetta er allt saman huglægt. Og þetta byggir allt á prumpunu í skókassanum. Og sko, við sjáum á Íslandi í dag, þar er ákveðnir húsþrælar, ég held að við getum kallað það húsþræla, að það virðist vera gríðarlega mikið að stjórnmálastéttin á Íslandi eru meira eins og húsþrælar heldur en masterar. Þeir eru með hendur, snat og kóu svo langt upp í raskatið að það kemur ekki heil hugsun út úr kjaftina á þeim. Það er ekki þægileg staða að vera í, reikna ég með. Og sko, við vitum ekkert hvaða hótanir er verið að færa okkar leiðtogum, sko. Það er alveg greinilegt að það eru svaka hótanir gagnvart Íslandi. Það er verið að leiða Ísland næst upp á altarið. Mér sýnist að það sé málið. Og þess vegna sér maður stundum áður en lönd eru leidd upp á altarið. Áður en lönd eru leidd upp. Já, þetta var nú slave torture. Áður en þjóðir eru leiddar í þessa stöðu hér,
Það sem að sko fyrir mér þetta fólk hérna sem að framkvæma þetta, það tilheyrir ekki mannkyni lengur. Þetta fólk, hérna sjáið þið, ráðaaflið, alltaf nálægt. Sko ef að menn eru til dæmis í íslensku valdstjórninni og það er verið að hóta Íslandi og jafnvel þeim, og það er það sem að Jesú gerði, það sem enginn skilur. Jesú í raun sagði: ég brýt brodd dauðans. Að leið og það hættir að virka að hræða þrælana, þá heldur þeim ekkert. Og þannig að það er alltaf verið að tala sama hlutin. Og fólk lætur leiða sig á asnaeyrunum aftur og aftur út í þennan ofbeldisviðbjóð, sko. Og fólk er reyndar svo illa blekkt í dag að það áttar sig ekki á veruleikanum, að það er í raun þrælar. Og þrælakista nútímans kemur mest fram í peningunum sem að enginn má prenta og í sköttum og gjöldum. Að ég meina, ef ég fæ eitthvað til þess að byggja fyrir mig höll, konungshöll, og síðan ætla ég að borga honum, get ég þá bara sent honum tölvupóst með einhverju upphæð fyrir því. Það er það sem elítan er að gera. Og ok, segjum að ég borga honum í gulli. Hann segir: já, ég ætla ég vil ekki þessa pappírspeninga, þegar ég vil gull. Ok, ekkert mál, ég læt hann vinna. Svo kemur hann að sækja greiðsluna og þá segir: já, heyrðu, hérna er greiðslan. Þetta voru kannski eitthvað ein konungshöll, það kosti ekki 1 tonn að byggja. Það kosti ekki, segjum 1 tonn að byggja höllina. Það var samningurinn í upphæði. Og þá segir ég: heyrðu, hérna er tonnið af gulli, sjáðu, gjörðu svo vel fyrir þig. En ég ætla að taka skatt af því, af þessum vinnulaunuðinu, og þú farið hérna 1/4 úr únsu af gulli, sem svona svipað verið sett í 1 tonn, sem ég náttúrulega stela á einhverjum öðrum, skilur. Þá skiptir raun engu máli fyrir mig hvað þú metur tíma þinn eða líftíma þinn eða veruleika þinn mikils, af því ég hef fullt kontról á því. Ég kontrólera öllu, bara veru tilveru þinni kontrólera ég. Segjum ég vilji minnka ferðalög hjá fólki, það er allt of frjálst ferðandi út allt, það hækka ég bara skatta á flug og ferðir. Segjum að það sem er notað allir mikið núna í löndum sem vera að destabilisera. Segjum ég vilji setja borgarastríð af stað einhvers staðar, þá bara hækka ég heimsmarkaðsverð á mat. Segjum svona árið seinna þá vil ég setja eitthvað annað ríki á hausinn, þá tek ég bara olíuverðið niður úr öllu. Það er þessi öfl hafa stjórn á öllu þessum breytum. Þetta heitir teknókratismi, þetta er bara svo komið nafn. Og það sem að allir eiga sammerkt ég kannski, veit ekki hvort það er til ljósmyndir frá Egyptalandi. Sko einu trúarbrögðin sem eru í gangi eru ofbeldi. Það er bara eitt bragð í gangi. Og svona er svo mikið verið að
Þess vegna svo mikið verið að ljúga að þér. Hérna sjáið þið. Þetta með pyntingu, sjáið þið. Þessi pyntingar. En sko ef þið skoðið svona gamla fornleifar að þá var gríðarlega, það þrælar alls staðar og það gríðarlega mikið af pyntingum í. Sjáðu hérna. Það veist, sko það ekki tilviljun að sjáðu þetta. Hvað í gangi hjá þessu fólki? Hvað í gangi? Af hverju þetta svona? Af hverju alltaf verið að pynta fólk? Og menn að láta eins og þetta eitthvað byrjaði bara í gær. Þetta sé eitthvað bara eitthvað ný vísindi. Já, hvað haldið þið? Haldið þið að þetta sé eitthvað ný vísindi? Hvað allt þetta fólk sem að verið að drepa og pynta á þennan hátt? Hvað málið með það fólk? Hérna persecution of Christians. Það var sko hinni kristnu eiginlega út af trú sinni hættu að vera hræddir og vera gungur. Og sko hver munurinn á því að vera þræll og vera dauður? Það svona eins og þeir segja í fangelsunum þegar að dauðadæmt fólk að labba gangana, þá segir dead man walking. Sko þú ert varla sko skilurðu, þú ert í rosalegri stöðu bara. Og í raun að myndast svipað ástand núna eða hefur verið ástand núna og var á tímum Rómverja. Þetta hafa menn talað þetta sé hið nýja Rómarveldi sem að sýna núna sitt sanna andlit. Að að það sko þetta hefur ekkert með trúarbrögð að gera. Þetta er jú sama aðferðafræðin sem notuð, en bara alltaf með nýjum nöfnum. Það alltaf nýr og nýr hanski settur á hnefann. Og þetta snýst alltaf það að örfáir séu ríkir og nánast ráðu öllu á jörðinni. Og og að restin af fólkinu séu þrælar.
Til dæmis á Íslandi í dag, þar sem ég hef verið að tala um að ég hef verið að tala um bíddu af hverju fá bara ekki allir hluta í sínum kvóta í landinu og þá er alltaf bara nei, það gengur ekki, það þarf að vera svona vesen og hinsegin vesen og það þarf að vera þetta og vera hitt. Að já, hérna er örkinn, sjáðu. Ég er búinn að finna hana. Sjáðu, þetta er sáttmálsörk næstu blekkingar sem að er arkofób, sjáðu. Hérna er hún komin. Sáttmálsörkinn. Þetta er alltaf sama bullið aftur og aftur. Og þetta er þannig sko að núna koma þær inn og segja já, það þarf náttúrulega að hugsa já, hérna er þetta. Sjáðu. Hérna er þetta. Fólkið að grafa örkina eða gera eitthvað í örkina, sjáðu. Af hverju er þetta fólk með örk? Af hverju er þetta fólk að gera þetta hérna? Sjáðu ekki samhengið í hlutunum? Af hverju var páfinn að fara til Bandaríkjanna og blessa þetta? Blessa þennan ósóma? Af hverju var það í gangi? Sjáðu þið ekki samhengið hlutanna? Eruð þið ekki að fatta hvað er í gangi? Þetta er sama örkinn sko. Þetta er sama prumpið í skókassanum. Þetta fólk hérna, í staðinn fyrir að vera fulltrúar Guðs, þá verður fulltrúar jarðarinnar og loftslagsins. Þú veist, bara búið að skipta nafn og kennitölu á dæminu. Og þetta fólk er tilbúið að brenna þig fyrir að nota súrefni. Og þetta er hannað og unnið í samstarfi við powers heimsins, þetta er alltaf sama ruslið. Þetta er þetta er það sem að páfinn var að blessa í Ameríkunni. Og og þið haldið að þetta sé ekki trúarbrögð, þá veit ég ekki hvað er í gangi hjá okkur. En þetta er það sem verður næst á dagskrá. Og þetta er samansafn af öllu helvíti undanfarinna ára frá þessu tímabili. Þetta er af því að peningablekkingin er að deyja, þá er þetta næsta blekking. Og þetta er næsta skref af þessu hérna. Og ef að þú notar of mikið af súrefni, þá verður bara drepinn. Það eru skýringar upp allan heim. Þið eru svona eins og rollunar sem verður að girða í kringum og það er alltaf verið að segja ykkur að það sé út af grílu og leppalúða. Og þið bara trúið því, ekki? Það lítur að vera rétt.
satt. Og er búið að undirbúa útrýmingarbúðir öll Bandaríkin og það er búið að setja upp transporthubba út allt og það verður líka gert í gegnum flugið, þess vegna er svona mikið öryggisdæmi í fluginu. Þess vegna er svona mikið í gangi í kringum flugprocessing, þessi öryggismál í flugi. Þeir koma sér alltaf fyrir þar sem fólk er mest vulnerable. Að sko, hérna er fólk leitt í ákveðna dálka, svona dilka og svo byrjar að gera það bara út á götum og út allt. Þetta er svona undirbúningur undir það og það fylgir öllu þessu ógeði hérna, sjáðu, við getum farið hérna. Inquisition, sjáðu, gaurarnir hérna. Þetta eru processing-gaurarnir. Og þeir voru með njósnar út allt sem voru náttúrulega prestarnir. Og ef presturinn sagði þessum gaur hérna, já þessi hérna, hann er nú ekki, hann er að tala við þennan hérna og þeir eru að tala að hætta að borga til kirkjunar og verið að segja að Guð sé prump í skókassa á hana. Þá lendur í þessu sko. Þannig alltaf þessi processing í gangi. Sama var í seinni heimsstyrjöldinni. Það var alltaf þessi processing. IBM var á fullu í því að það var verið að processa fólk. Og það er hluti af þessu processing apparatus er að vera fljótir að processa fólk, komaði mér og drepa. Það er plottið. Og þetta lið svífst einskis. Þetta eru mestu lygarar mannkynssögunnar. Þetta lið byggir á lygum og blekkingum. Og allt sem þeir segja er á haus. Þeir sem voru að vinna vondu verkin í Þýskalandi eru þeir sem sita núna hjá Sameinuðu þjóðunum og í NATO. Það eru stríðsglæpamennir úr seinni heimsstyrjöldinni. Og sjáum við í Úkraínu. Þess vegna til dæmis verið að svipta Íslendinga hálendinu og aðgang af sjónum. Af því að þá er auðvelt að svelta eins og var gert í Úkraínu. Og fólkið situr heima og rungar sér fyrir fram á sjónvarpið þar sem einhver annar gaur að runga sér í glerkassa og hægt og sígandi. Þetta er svo með froskinn sem verður að sjóða eða froskana, þeir sita saman í pottinum og já, það er svona heitur pottur, næs. Svo sita þeir þar og það hitnar og þeir eru að tala hvað þetta er frábær heitur pottur sem þeir eiga. Svo þegar hitast í nær ákveðnu marki og þeir fatta, heyrðu, þetta er ekki eðlilegt, það er verið að drepa okkur. Þá er hitastigið orðið svo hátt að þeir ná ekki að bjarga sér. Þeir eru orðnir lamaðir af hitanum. Og þetta gerist alltaf sem hefur alltaf gert svona, mun alltaf gera svona aftur. Og og alltaf sömu
og köld öflin að baki. Þetta er í raun sama og köldið og var bara í Babýlon. Og þetta og köld kemur þekkingu sinni á milli kynslóða meðan að heimskingjarnir muna ekki einu sinni hvað gerðist í síðustu viku. Þú veist, já, það er eitthvað gaur að runga sér í glerkassa. Tjekkum á því. Þú veist bara, wow. Í alvöru. Í alvöru. Á sama tíma er lögreglan að vopnavæðast á Íslandi. Á sama tíma er verið að flytja stjórn á internetinu til ríkislögreglustjóra. Sjá, það er verið að sitja öll völd í eitt embætti á Íslandi sem er ríkislögreglustjóri. Og froskarnir sitja bara í pottunum og segja, nei, þetta er bara lúxuspottur, það er bara gott að vera hérna í pottunum, þetta er besti pottur í heimi. Þetta er frábær heitur pottur, hérna, alltaf hækkar heitin. Og völdin þjappast alltaf meira og meira saman og það er bara, já, heyrðu, horfum á eitthvað gaur runga sér í skókassa. Heyrðu, förum hérna og öll bara í Pírata núna, endilega, gerum það. Þeir eru svona á einhverju samningi á Sameinuðu þjóðunum, gott að tala við þá. Og hérna, já, veist, já, Axel, þú ert geðveikur að trúa því að sé eitthvað vond öfl í heiminum. Þú ert bara klikkaður. Og hérna, þú veist, það er engin lög sett í Bandaríkjunum í dag nema með herlögum. Og í raun er verið að setja lög í Frakklandi núna undir herlögum eða samning. Það er einhverjir fávitar frá Íslandi sem er á þessar ráðstefnu í París. Það sem verið er að byggja upp helvíti, svona faraóískt helvíti. Og sú ráðstefna er undir herlögum. Það var sviðsett eitthvað bingo þannig áður. Allt saman tilviljun allan. Og þetta er allt saman framkvæmt undir herlögum í dag. Og talandi Ísland þá er sko íslenska valdstjórnin er búin að vera frá því 1995 að sita inn alls konar lög til þess að halda þær í pottunum að með að klára þær að steikja þær til helvíti sko. Það er það sem er í gangi. Og síðan er bara dælt inn einhverjum svona nauðgunasögum og þessi sýknaður hann í nauðgunamáli og þarna þetta nauðgun og þá lamast allar kellingar sko. Þið sjáu líka fyrir kosningar munið því bent á það heldur síðustu kosningar, örgulega síðustu. Að þá aðeins fyrir kosningan þá dróið fram voru þeir að handtaka svona ógæfumenn sem hafðu sjálfur orðið fyrir barnaníð og voru barnaníðingar. Og lögregluna vissi alltaf hvar þeir voru og allt það var ekkert þannig. En svo bara rétt fyrir kosninga voru þeir dregnir og handteknir og gert rosa blaðamál úr þessu. Þetta er til þess að lama fólk. Þessar nauðgunasögur og skot, leikrit og þessi farandleikhús sem var að sitja þessa fölsku fána og allt það. Þetta er allt saman til þess að forheimska þig og lama heilastöðvarnar hjá þér. Sko ef við förum aftur hérna til þess sem að ég var að skoða með ykkur í upphafi sem er þessi ágæti listi hérna. Þá er þjóðfélaginu einhvern veginn bara haldið í einhver svona köld ástandi sko. Og hérna ef ég les hérna seinni hlutana þessu, ef að þú heldur á sért fastur í köldi, sem þú þarft að spurja þig, ef þú heldur á sért í köldi, þú ert ekki viss, spurði sjálfan það á alvarlega spurningar grúpuna sem þú ert í. Þú þarft að breyta því hver þú ert til að passa inn eða þóknast öðrum. Þið sjáu hvers konar tarteringar ég fæ að því að ég er ekki svona alveg inn í köld línunni. Sitja þeir upp við og þeir
og segja að fólk utan hópsins sé minna áríðandi. Þetta múslima áróðurinn til dæmis, að múslimar séu eitthvað svona skepnur og grýlur og allt það. Og ISIS, já, það eru villimenn. Það er alltaf verið að búa til eitthvað svona fólk og grúppur sem alveg skelfilegar. Já, HIV-afgörinn, sko, hann flóttamenn. Það er alltaf eitthvað sem hefur verið að dímonisera. Og það er alltaf við og þeir, sko. Það er alltaf þannig. Koma þær illa fram við þá sem eru svona með utan að, já, eins og ég nú svona outsider svolítið. Og það talað illa og ég reynda að fæ bara beint í feysið. Það þannig. Já, það talað mjög illa þá sem eru svona aðeins fyrir utan mainstreamið. Koma þær illa fram við meðlimi, já. Það mikið eldra fólki og sjúku fólki sem bara eru við hungurmörk og það eru 200 manneskjur á götunni bara heimilislausar. Þannig já, það komið mjög illa fram við kvöldið Ísland. Gefa þeir rangar upplifanir eða impressions til almennings, já, stanslaust verða að ljúga og spila á tilfinningar almennings. Spáð því að samfélagið sé alveg bara að fara fram af hengifluginu. Alveg frá því að ég man eftir mér, þá alltaf bara heimsendir eftir korter. Það alltaf eitthvað sem alveg bara að eyða heiminum. Fyrst voru það, alltaf. Ég man ekki eftir ári á Íslandi það sem var bara, já, þetta helst í fréttum að allt í góðu lagi og ekkert vesen í heiminum. Bara allt í gúti. Aldrei, ekki eitt einasta ár. Endilega segið mig hvað ár það var ef ég misti að því. Að þið sjáið að þjóðfélagið okkar, íslenska og öll önnur þjóðfélag eru NATO og Sameinuðu þjóðfélagin. Þau eru öll lituð af þessum einkennum. Og svona köld endar alltaf með ósköpunum. Ok, fleiri einkenni. Leiðtogar, svona köld hópa eru oft psykopatar. Þeir eru svona tilfinningalausir fandar og eru valdasjúkir. Þeir kenna okkur að allt sem ekki lýðveldi og allt sem ekki íslenskt er bara illt. Og allir, já, og það sem þeir eru að bjóða eina leiðin, eina lausnin. Það þannig sem það kennt. Ef það ekki þetta kerfi sem við erum í núna, þetta óréttláta kerfi, þá bara heimsendina. Skapaðir andrúmsloft einangrunar sem leiðir til vonleysis. Þetta byrjað að móta í fólki strax frá barnæsku. Þetta gert í skóla. Þetta gert í mikla þjóðfélagsverkfræði. Og allar bíómyndir sem við sjáum allir, það allt ómulegt í svona samböndum og fólk bara farið að búa með hundinu sínum og eignast börn með honum eða kettinu sínum eða geitinu sínu eitthvað. Það búið að rústa fólki, sko, sálinni eða andanum í fólki. Sálin náttúrulega blekking. Og það bara mikið vonleysi, sko. Og því haldið gangandi, sko. Fréttamiðlanir, fréttamöllunar halda því gangandi daginn og daginn inn. Já, köld ráða einbeita sér að fólki með lítið sjálfsmat og hópinn sem svona elskandi fjölskyldum. Þetta valdstjórnin markvisst að gera.
og þetta byrjað í bara helst frá fæðingu. Skólakerfið byggir upp á low self-esteem. Skólakerfið hannað að þú hafi lágt sjálfsmat og að hópisminn eða sem sagt þjóðfélagið elskandi fjölskylda þín. Og það alltaf með þetta heilbrigðiskerfið og allar þessar blekkingar, sko. Það svona, já, þú getur ekkert haldið þér heilsuhraustum ef þú ert ekki inn í kerfinu, sko. Þá bara allt búið, þá bara komin heimsendir hjá þér, sko. Ef þú ferð í eitthvað svona náttúrulega lækningar, þá ertu að labba úr kvöldinu og þessar elskandi surrogate family, sko. Meðlimum kennt að gera hvað sem fjölskyldan biður sko, þeir sem eru í þessu valdstjórnarköldi, þeir bara borga alla þá skatta sem settir upp. Það bara alveg sama hvað er sett upp. Þú veist, hérna í Svíþjóð verið að rukka fólk 110% skatt. Þetta ekki það. Þú veist, hvað það? Þeir verða að setja niður einstaklinginn í sér og vinna fyrir það góða til hópsins. Þetta náttúrulega motto hópisma helvítisins sem Ísland og flest land í heiminum. Og það keyrt áfram að sömu ástæðum og litlu kvöldin gera. Það sem satt í hennu litla líka satt í hennu stóra. Nýtt fólk fær alveg rauða teppið. Nýtt fólk, það svona alls konar. Núna ekki rauða teppi fyrir flóttamenn, sko. Þeir fá svona rauða teppið. Ég náttúrulega get svo sem alveg flokkað mig sem pólitískan flóttamann hérna í Svíþjóð því að ég treysti mér ekki til þess að vinna þessa vinnu sem ég að vinna með Frelsi TV á Íslandi. Ég tel að mér sé ekki ég treysti mér ekki í það bara út af persónulegu öryggi mínu og en hérna fullt af flóttamönnum sem bara fá fullt af peningum og aðstoð og alls konar sem ég fæ ekkert, sko. Ég fæ ekki einu sinni atvinnuleysisbætur hérna á milli verkefna. Það allir draumurinn í Svíþjóð, sko. Þetta náttúrulega sjáið þið mikið, sko. Fólk að breyta persónuleika sína til þess að falla inn í hópinn og tóta til hana á leiðtogunum sínum. Þetta sjá allir og vita allir að í gangi. Leiðtogar kvöldsins predika að þjóðfélag alveg að fara í klessu. Það eins og ég segi, man ég ekki eftir ári sem það hefur ekki verið í gangi. Það þarf að henda krónun og það þarf að hækka skatta eða lækka skatta og gera þetta og gera hitt og alltaf endar allt góssið í sömu höndum, sko. Og þetta gert með því að auka einangrun þeirra félagsmanna og stjórna flæði upplýsinga sem koma inn í kvöldið. Og þeir manipuleita þetta fólk með sektarkennd og ótta. Þess vegna verið að færa internetsmál yfir til ríkislögreglustjóra því að raddir eins og mín rödd, svona sem var sagt hérna áður að væri heilbrigð skynsemi eða hvað kallað það? Já, rational thought eða ekki rökrétt hugsun eitthvað. Það náttúrulega óþolandi inn í þennan kvöldsöfnu á Íslandi að fá svoleiðis inn og aðrir kvöld meðlimir að taka slíkt og með sektarkennd og ótta. Þetta gubb sem ég að fá í mig frá fólki samabland af einhvern svona heilaþótti og kultisma og drullumalli af sektarkennd og ótta, sko.
Köld reyna að hérna Big Nine, bíddu þetta, ég hef séð þetta á Orðátt, vitið hvað þetta þýðir, kæru hlustendur? Góðkynja bíddu nú við. Já, þeir reyna, já, einmitt. Köld reyna að, eða huldismi, reynir að láta sig líta út sem góðkynja eða af hinu góða og það megi fela óæskilega hliðar af starfsemi þeirra frá almenningi eða meðlimum. Þaðan kemur orðið að fylgja í blindni eða blind followers. Þetta er í gangi í valdstjórnarköltun á Íslandi. Þar er nýlega búið að setja lög einhver skjöl sem á að fela í 110 ár. Hvað er það? Hvað er það? Hvað er í gangi með það? Á Íslandi í dag eru lög sem að heimta að hafa skjöl á huldu í 100 og eitthvað ár. Brum, bum, bum, förum í glerkassan og rungum okkur. Brum, bum, 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 bum. Hei, er ekki að koma einhver leikur? Hvað er í gangi? Ekki að koma leikur? Það er að fara að leika okkur, ekki. Þú veist. Já, ég er með einar yndislegar fréttir, góðar fréttir og frábæra fréttir. Að hún Kassi Nikolas er búin að fá börnin sín aftur. Og já, ég ætla nú ekkert að segja það á þessu stíi nema bara að samgleðjast henni og frábært og hún er blessun kom með börnin sín aftur. Það er alveg yndislegt. Eins og segi, ég ætla nú ekkert að ég tek það kannski fyrir seinna, glæpuna. Hérna er frú Bilderberg á Vísir. Innanríkisráðherra segir enga ákvörðun leggja fyrir aukið vopnaburð lögreglu umfram það sem hafi verið túlkað sem verið hafi og túlkað beri heimildar hennar til að notkun á vopna þröngt. Já, einmitt. Sofandi fráskar í pottinum stigna. Hálfvita stappan alveg að vera tilbúin. Svo er þessar endalausu heimsku sýningar hjá fjölmiðlunum. Það sem verið að spila á sektarkennd og ótta, eins og segir hérna í köld skjalinu. Þetta er allt saman samkvæmt áætlun og 99,9% landsmanna munu sitja í pottinum þangað til þeir stigna og Bilderberga fjölskyldunar munu það bara halda áfram að hafa þetta eins og þeir vilja. Og ef að þú ert eitthvað ósátt við það, þá bara færðu að kenna á því. Og nú er komin ný sáttmálsörk sem að fulltrúar Íslendinga eru að taka við.
og mm, oft eftir svona sáttmálsarkar aðgerðir þá byrja svona aðgerðir. Þannig að þetta er alltaf sama sagan og okkur er talin trú að núna 2015 sé þetta eitthvað öðruvísi. Og það eru mjög margir sem virðast trúa þeirri sögu. Og þetta er svo sorglegt af því að mannkyn getur verið svo skemmtilegt fyrirbæri. Og svo er nú eitt sæopið sem er í gangi á Íslandi sem hefur alltaf verið í gangi. Og það eru áður en að ógeðið ræðst inn í lönd þá keyra þeir það sem heitir divide and conquer aðgerð. Og það er til dæmis saga þetta í Biblíunni meira að segja. Það sem að snákurinn ætlaði að brjóta niður það sem var í gangi í paradís. Þetta góða dæmi sem var í gangi þar. Og hann skríður að eyra konunnar og tala við hana. Það er hans veikari fyrir. Og messar við henni í tilfinningalífinu og öllu draslinu. Og splittar þeirri, eyðileggur það ástand. Og fara þá inn í einmitt ástand þar sem þau finna til sektarkenndar. Eins og ég var að lýsa áðan í kultinu. Það er alveg lykilatriði í kultinu að þú finnir til sektarkenndar. Og að því að þú ert svo heimskur eða heimsk, þá er aldrei dottið í hug að sagan í Biblíunni það sé búið að breyta henni þannig að þú skilir hann ekki. Að þér er sagt, já, þau nættu af tré góðs og íls og þess vegna gerðist þetta og gerði hitt og bla 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 bla. Það skiptir henni einhver máli. Niðurstaðan var svo sama. Niðurstaðan var svo að áður en að snákurinn talaði við konuna þá leið þeim rosalega vel í paradís. Þau höfðu nóg af mat og þau höfðu nóg af öllu, þau höfðu engan skort og voru mjög hamingjusöm Síðan kemur snákurinn og niðurstaðan af þeirri heimsókn var sektarkennd sem er lykilatriði í rekstri kults. Það verður að misnota fólk, þrælbinda fólk. Það verður að eyðileggja líf fólks og meiða það. Það er í raun, fólk getur bara ekki einhvern veginn hugsað út fyrir kassan, Og það er svo hatur samkeppni á milli okkar Guðjóns. Nei, Guðjón Reynbergs, við erum alltaf að keppast. Ekki hatur hún er kærleiksrík okkar samkeppni. En við erum báðir gríðarlegir keppnismenn. Þannig það má nú búast við neistum á milli okkar þegar það er í gangi. En hann fann upp þetta frábæra orð meitlari. Maðurinn er náttúrulega snillingur, Hann fann upp orðið meitlari. Og það er sem sagt þessir steinhöggvarar sem að kallaðir eru Mason. Hann fann upp þetta orð á steinsmiðina. Það var alveg rétt hjá honum. Þetta var í gangi. Á þeim tíma sem að meitlararnir voru fundnir upp, þá var þetta helsta fæið. Á þeim tíma var alls konar steinsmíði og geta smíðað musteri þannig að þetta var svona mjög mikilvæg stétt að kunna að
að vinna með sirkil og vingil. Og alveg hárrétt hjá honum, hérna Hæstaréttur Ísraels, sem eitt stórt masonic musteri. Og hérna þetta auga sem alveg frá Egyptalandi. En orðið sem að ég held að ég sé búinn að finna upp eins og Guðjón segir meitlarar. Þá held ég að það veldi sem við erum undir núna eru prentarar. Það verður gaman að heyra viðbrögð Guðjóns við þessu. Að sko arftaki meitlaranna voru prentarar. Og í raun öllu stýrt með prentvélanum í dag. Og fólk virðist ekki, þegar ég hef rætt peningamálin og Seðlabanka Íslands og hann og Seðlabankinn erlendur banki og með Seðlabankanum bara lífiðinu stýrt, gjörsamlega. Og með því bust and bomb, með að taka peningamagn í umferð upp og niður, þá allar eignir að þeir sópað inn, sko. Og þannig að meitlararnir voru svolítið, meitlararnir eru kannski búin að leggja meitilina aðeins til hliðar og eru með prentara núna. Það eru prentarar í gangi. Og þannig að næsta hoax verður þetta andrúmslofta örkin. Það er næsta dæmi. Ef við horfum aðeins á sko þetta fólk það krotar allt út í þessum árans merkjum sínum og píramídum og þessum standpínum sem standa út allt. Þetta Washington. Það allt út krotað í þessu. Þetta er tjaldbúðin, orðin að Hæstaréttur Bandaríkjanna eitthvað. Já, ég held það. Sko það allt út krotað eftir þá í þessum augasjóði. Og fólk Axel, þú bara með einhverja svona samfæriskenningar, þú bara að fá þetta eitthvað. Já, þú ekki í lagi eitthvað. Nú. Það veist, blindur leiðir blindan og bara góða ferð. Hversu blind getur fólk verið? Og ef við setjum 33 order out of chaos. Okay. Að þá þetta er merkið. Orda ká. Ég meina, hvað þarf að segja þér meira? Veistu hvað það þýðir regla úr kási eða order úr regla úr upplausn? Það er það sem þetta líður og þess vegna þessi tala 33 alltaf þegar sviðsetja þessa atburð út allt og setja allt í uppnám og kaos, það er þeirra business að setja allt í kaos. Þá er allstaðar hægt að lesa 33 eins og í París að þú ferð yfir, ég tek þetta fyrir í myndbandinu mínu París núna síðast. Alltaf sé eitthvað tilvíðan að sé akkurat 33 mínútur á milli fyrsta atburðar og síðasta. Það er allt útkrotað í þessu drullumalli þeirra. Þessa kvölds. Og
Og ef þú ferð að skoða íslenskt samfélag þá sérðu að í þessu kuldi allt þetta lið. Það verður enginn dómar á Íslandi nema hann sé í þessum samtökum, þessum klúbb sko. Það verður enginn forseti nema hann sé í þessum klúbb. Það verður enginn bankastarfsmaður nema hann sé í þessum klúbb. Hvernig heldur þú að sé fyrir einhvern þræl að koma með mál sem það verður að rífa hann húsið og aðleguna og setja hann á götuna? Ég meina bankastjórinn og dómarinn eru í leynifélagi, í kuldi saman. Það sem þeir eru að tala order out of chaos og setja allt bara í vitleysu. Hrunið var skipulögð order out of chaos aðgerð. Hrunið var skipulögð. Þetta voru ekki náttúruhamfarir, sko. Þetta var skipulögð. Í samstarfi við erlenda aðila. Og og Seðlabanki Íslands bara með einhver svona alls konar brask fyrirtæki Gamma og eitthvað svona bara inn í bankann hjá sér. Þeir eru bara að ryksu upp eigur Íslendinga. Og þið eru öll bara að fara í kassa og runga ykkur saman eitthvað. Bara go for it. Ég ætla ekki að það kemur mér ekkert hvað þið eru að gera sko. En svona frá mínum bæjardýrum síðan þá eru óttalegir heimskingjar sko. Fallið í hverja sæja upp gildurinn á fætur annarri sko. Já, þannig er það. En já, ég líka stundum að velta fyrir mig hvað ég að gera með þessar útsendingar. Ég ætla að sitja sjálfa mig í stór hættu sko. Og eins og ég var að segja ykkur áðan þá ég sennilega eini kauplausi flóttamaðurinn í Svíþjóð. Ég áttaði mig á því 2009 og 2010 að ég gæti ekki gert þetta heima á Íslandi. Það ætti að segja ykkur svolítið ástandið. Bara það að mér líði svona með Ísland. Og margir að spyrja mig hvort ég vilja koma heim og jafnvel erum alltaf auðveldara að braska og vinna heima hjá sér heldur en einhverstaðar í útlöndum. Og þannig að ég búinn að leggja land undir fót með þetta verkefni í maganum. Og það óbúslega fáir sem að rökræða við mig. Þess vegna mér líka svo vel við djúpkafinnar okkar Guðjóns. Fyrsta lagi skilur hann heimsmynd biblíurinnar sem raun að tala þetta ástand sem núna, eða sem þetta alltaf aftur og aftur og aftur. Þess vegna verið að dímanisera biblíur, því þar verið að segja hvað í gangi. Og þar reyndar aðeins að vera með fleiri en 2 heilasellur sko. Ein heilasella til þess að borða og hina heilaselluna til þess að runga þér. Þarf að vera með aðeins fleiri en þessar 2. Og þess vegna fíla ég svo að tala við Guðjón því að hann skilur alveg þennan veruleika. Og allar uppskriftirnar og allt sem þarna verið að tala Og þess vegna þegar við erum að tala saman þá fólk bara alveg það bara svona sko. Og við erum báðir með það líka alveg á hreinu. Það skiptir ekki engu máli hvort þetta biblían eða Elders of Sion ritin eða 21 áætlun til heimsyfirráða eða Quickly bókin Hope, hvað heitir hún aftur? Strategy and Hope, uppskrift teknokrata það hvernig þetta stýra þjóðfélögum í gegnum verð á mat og olíu og öllu þessu.
og og allar þessar endalausu bækur og heimildarmyndir og rit sem maður er búinn að fara yfir þar sem að þessu er öllu saman lýst. Og og launin sem ég fæ í raun bara svívirðingar og að ég sé geðveikur en það er ofboðslega fáir sem fara í raun í debate það sem ég er að segja. Og þó hafa rök mín og þýsisar, það sem ég hef verið að leggja fram, hefur haldið nokkuð hressilega vatni. Sko, ef að við erum í lýðræðislegu ef við erum í lýðvaldi þar sem allir þegnarnir eru jafnir, þá þarf það að geta svara þeirri spurningu, ef að ég má ekki prenta peninga, af hverju má einhver annar gera það? Og þá er svarið, já, að því að hann hefur svona umboð frá hópnum að gera þetta. Hann er svona hópusta hókus-pókusisti. Og þá segir ég, hvernig getur framselt valdi sem þú hefur ekki? Já, þú ert bara að fá þetta, Axel. Þú ert bara að geða ykkur. Þannig endar umræðan bara einhvern veginn. Og þegar ég er að benda á að valdstjórnin er að framkvæma sömu verk og húsþrælarnir gerðu á sínu eigin fólki, að það er bara verið að drepa Íslendinga í gegnum lækna mafíuna og með vopnum. Það hefur Íslendingur verið drepinn. Ég hefur lýst því nákvæmlega. Og það er ljóst að læknamafían er að drepa fólk í gríðarlegu magni. Og það er allir bara einhvern veginn á nærbuxunum að runga sér. Algjörlega eignalausir og allslausir og bara skamma mig fyrir að vera geðveikur. Mikið voða leiðilegt að vera að trufla rungveislunar ykkar, sko. Það var ekki meiningin hjá mér, sko. Og svo eru menn alltaf að segja, já, allt þetta ofbeldi, hvaðan kemur allt þetta ofbeldi? Það er svo nauðganir og allt þetta ofbeldi, hvaðan kemur allt þetta ofbeldi? Sem að ofbeldisstjórnin er alltaf að berjast við. Það er bara war on heimilisofbeldi, bara war on this and war on that. Svo þarf ekki annað en að horfa á Screw You í eitt kvöld og það er bara allar myndir snúast ofbeldi og morð. Sérðu ekkert samhengið þar á milli það neitt? Það fattar ekki að þú situr bara sjónvarpsdagskrá sem er stanslaust ofbeldi. Stanslaust verið að drepa fólk og nauðga fólki. Já, þá eykur líkurnar á því að fólk fá allavega þessar hugmyndir í hausinn, sko. Nei, þetta eru bara einhverjum svona vondi kallar á heimilunum og bara eitthvað svona vond fólk, sko. Svona grílur. Þetta eru svona þeir. Við erum góða fólkið, en þetta eru svona þeir. Já, ok. Erum við ekki einhvern veginn bara svona öll saman hérna á þessari pönnugöku hérna eða hvað? Hvernig er það? Þú veist. Helstormur heimskunnar mun aldrei stöðva. Ef að til dæmis bara það er sagt að Ísland sé undir árásarhættu frá ISIS eða Crisis eða Al-Qaida whatever you wanna call this, hvað vill kalla þennan bullshit, sko. Ef að það er sagt að það er svona mikil hætta á því, þá þurfa allir Íslendingar að vopnaðast. Þannig er það í Ísrael og Sviss. Það er allir með vopn. Allir. Bara með vélbyss á bakinu. Og ef að hættan er svona mikil, þá þurfa allir að gera þetta. En þú sérð fyrir seinni heimsstyrjöldina og þá var gríðarlega mikið unnið í því að afvopna almenning í Þýskalandi og í Rússlandi og hann að Stalin kom þar. Og það er alltaf gert af einhverju ástæðu. Og Íslendingar munu bara sitja í heita pottinum
þangað til að þeir stikna og það er helstormurinn. Helstormurinn sem að ég vona að ég hafi rangt fyrir mér, sem mun flæða yfir Ísland, er helstormur heimskuðinnar. Það er málið. Það er helstormur heimskuðinnar. Og hérna, og ég var að horfa á þessa mynd þarna, horfa á þessa mynd, helstorm, sem þið verðið að horfa á til að skilja eitthvað í því sem ég var að segja. Að það kemur fram í þessari mynd nokkrir punktar sem að mér vantaði inn í. Ég hef verið með þá kenningum að kjarnorkusprengjan eins og henni sé lýst sé blekking. Og hérna þessi mynd með punkta inn í þá kenningu. Og hérna og skal ég segja þér sko, þessi carpet bombing tækni er náttúrulega bara, það fer fullt af flugvélum og droppar bombum, sprengjum eins og engin sem morgundagurinn. Og það er athyglisvert að þessi tveir staðir líta nákvæmlega eins út, sjáðu. Nema það er búið að sita hérna með Photoshop inn eitthvað svona skilurðu. Og eins og Óli Damegard benti á með sprengingunni í Oslo, ef að þetta er málið, sjáðu, þá væri epicenter, þess að miðja, og eyðileggingin myndi minnka eftir því sem þú ferð lengra út frá miðjunni. En það er ekki hér, sjáðu, þetta er allt nákvæmlega jafnað við jörðu, bara allt, skilurðu. Það er bara að borgin er þurrkuð út. Og sama sérðu hér, borgin er bara þurrkuð út. Og Dresden var, sko, hérna sérðu fólki í Dresden, sko, með þessari sprengjutækni, þá þeir sprengja sem sagt með bara sprengjum andskotans, alveg eins og fólk frá helvíti gerir. Og síðan sprengjaði með fosforsprengjum. Þetta er ákveðin sprengjutækni sem þeir nota, þannig að það myndaðist 1500 gráðu eldhaf í þessari borg. Og hérna sjáum við fólk bara orðið að öskumólum, sko. Það sko fólk, malbikið verður fljótandi og fólk festist í malbikinu. Og hérna ég er að leita að myndum af því, sko, að þetta er sem sagt sprengjutækni sem var fundin upp þarna í seinni heimsstyrjöldinni. Og þar var sko að fela sig í kjöllurum og eitthvað slíkt, og það var bara, þegar farið hún í kjallarana, þá var bara lýsi í kjallarana, sko. Það er nefnilega, sko, það er ekki svo mikill munur á milli þessara tveggja atburða, nema þessar photoshopuðu myndir sem eru að sýna okkur hérna. Að sko, nema það virðist vera, þetta reyndar getur verið eftir fosfor, sjáðu, þessi einkenni geta verið eftir fosfor, að það virðist vera að þeir bæti í þetta mismunandi eiturefnum eða einhverju, sko, eins og Dresden, það var blanda af þessu firebombs eða hefðbundum bara sprengjum sem springa og eldsprengjum, og síðan bætt í það fosforsprengjum. Og í þessum atburði drápust tæplega 500.000 manna,
talaði frá 260.000. Það svona mjög varlega áætlað. Það voru sko 500.000 flóttamenn staddir í borginni þegar hún var sprengd. Og ég held að það sé alltaf hægt að hækka svona tölur. Í hvaða gegnum, svona miðað við hvaða gegnum filtera þessar tölur þurfa að fara, þannig ég myndi halda að það væri svona kringum 500.000 sem að létust þarna. Og síðan var bara haldið áfram að sprengja sko. Þegar fólk var að reyna eitthvað að bjarga sér eða bjarga öðrum, þá var bara mætt aftur og aftur og aftur. Og síðan voru bara sprengjuflugvélar eða hríðskotabyssuflugvélar sem að eltu fólk engi og vegi og upp allar dressur, allir drefnir. Sko, það hlýtur að vekja spurningar, þetta lítur nákvæmlega eins út. Þetta ekki sennilega, það ætti að vera einhver munur á. Og ég átta mig ekki á því alveg. Sko, þessi sprengja allavega ekki alveg eins og okkur sagt á hún síðan. Ég trúi því ekki, sko. Og hluti af þessu kjarnorku tali snýst að hræða fólk. Fólk bara beygir sig undir ógnun sveppsins, sko. Þetta alveg jafnt eftir fosforsprengju. Þeir sem lenda í fosforsprengju, þeir og eiturefna vopnum. Þessi sveppur bara eitthvað úti á túnni, sko. Hvar myndin af sveppnum í Hiroshima? Þetta getur verið hvar sem Ég ekkert að fullera að jörðin sé flöt, sko, en ég bara að skoða alla hluti. Og þetta náttúrulega einhvers konar seiðkallar sem við erum að glíma við. Og þegar allt byggir á lygi og ótta og að hylja glæpina. Hvað þetta? Þetta bara, það lítur allt saman út eins og þessi sprengt upp úr einhverju röri. Sko, ég skil ekki alveg af hverju hún fer svona upp. Sprengjur sprengja jafnt í allar áttir. Þannig sprengjur. Sjáðu eldinn. Þetta lítur mikið meira en voru í Hiroshima, sjáðu. Þetta lítur miklu meira út eins og í Dresden. Þetta lítur alveg eins út eins og Dresden. Þannig að þeir hafa kannski verið með Dresden sprengjuherferð á styrum, sko. Nú, þessar sprengjuherferðir, sko, það búið að vera að selja okkur það svo frábært eftir seinni heimsstyrjöldina. Við náðum svo miklum tökum á þessu og þetta allt svo mikið halleluja. Það hefur bara verið konstant, þetta lagningarlið hefur bara verið að störfum. Það hefur aldrei stoppað. Eina sem hefur breyst hverjir að hlaupa undan fosforsprengjum. Það eina sem hefur breyst. Og það náttúrulega miklu erfiðara að sprengja það miklu erfiðara að sprengja þar sem fólk býr svona víða. Og þess vegna náttúrulega verið að bara for your info, þetta Ameríkanar. Og við vitum að síðasta sumar þá sprengdu Ísraelar með napalminn í Gaza. Að þetta alltaf í gangi, sko. Og núna eru þjóðþing
nágrannaþjóðar okkar eins og Bretar voru núna að greiða atkvæði það að það væri alveg reynd frábær hugmynd að bomba að bomba Sýríuklúbbinn sem ólögmætur, ég segi ekki ólöglegur. Sko lög eru álíka mikils virði og skeinipapír. Og það sem þú ekki einu sinni skýtur í heldur prumpar í. Lög, sko sáttmálsörkin og þessi nýja sáttmálsörk þessi nýjasta eru prump í skókassa og lög eru prump á pappír, á skeinipapír. Eða ekki einu sinni skeinipapír, svona A4 prentpapír af því að sko skeinipapír er mjúkur. Og þetta eru afleiðingar eftir eiturefna Agent Orange. Þannig að þetta eru vinir okkar sem hafa þessi svona sér. Þetta vilja Írak gerðir sama glæpinn og þetta er alveg skelfilegt fólk. Og ef að þú þekkir eitthvað sem er hermaður eða lögreglumaður, þá myndi ég mæla með þú hættir að umgangast þannig manneskjur. Og minn ykkur á þar sem að er að sýna hvernig fólk var drepið, þessi gaurar sem allir frjálsir í dag og bara hafa það gott í Indónesíu. Þeir unnu sem morðingjar sko. Og er það að lýsa sko, sjáðu er garðurinn það sem að fólk var farið með í garðinn. Og þetta er svona hálfvitar sem voru, þeir eru svona, þú sér það á bíómyndinni, þeir eru hálf þroska eftir þessi gaurar Þeir voru alltaf að horfa ykkur ameríska bíómyndir og dýrkuðu dauðan og stjórnvöldi í Indónesíu fóru og söfnuðu saman fólki og fyrst fóru þeir sem sagt í bandaríska sendiráðið og þar var ekki þessi kallar, heldur þeir sem sóttu fólkið. Og þeir þetta er alltaf gert svona, það eru tvær grúpur. Það eru þeir sem sóttu fólkið og setti fólkið hér inn í þennan garð munið silkihanskinn hnefinn er saklaus en silkihanskinn er sekur. Að þeir sem sagt valdstjórnin í Indónesíu og eru þeir að segja mjög stoltir frá hvernig þeir drápu fólk bara eftir bíó, þeir voru fyrst að horfa á bíó svo var eitthvað lið sem að safnaði, var lögreglan eða svona valdstjórnin í Indónesíu, hún fekk lista frá bandaríska sendiráðinu að þið vitið að bandaríska sendiráðir hlerar öll hús heimsins eða heimili heimsins, þar á meðal þitt og eða var eitthvað svona talin á heimilum eitthvað bara eða bara það er líka ekki við hvernig þú prumpaðir í gær. Þá var þessu fólki safnað saman eins og verið að æfa sig á að gera á Íslandi og sett upp í hertrökkana eða lögreglubíla með hvaða ofbeldistæki nota og því var safnað saman inn í þennan garð sem var aðeins á bakvið bíóið og viðtal við þessa morðingja sem að þeir fengu bara að fara hér og drepa fólk og þeir voru svo æstir eftir þessar bandarísku bíómyndir að þeir voru alveg bara morðstuði eftir að hafa horft á bíómyndirnar og þá fóru þeir í garðinu eftir það sem var búið að smala saman fólki og lýsa þér því hvernig fyrst þá voru þeir að skera fólk á háls og drepa með alls konar aðferðum sko. Og þá sögðu þeir það var bara alltaf mikið vinna sko. Við þurfum að þrífa upp helvítis blóðið í marga klukkutíma eftir þess að fá beina. Þannig að við fórum nú að finna eitthvað svona hreinlegri aðgerðir
við að drepa fólk, því við nenntum ekki að þrífa upp blóðið. Og í þessari mynd, Act of Killing, og þið vitið að Obama er tengdur Indónesíu, þess vegna menn að tala um að hann hafi verið ráðinn sem forseti, að þessi menn ganga allir frjálsir í dag og allt fólki sem var drepið hérna í þessum garði hefur ekkert réttlæti fengið. Það er enginn verið refsað fyrir þetta og og svo bara einhvern veginn life goes on. En þetta er til dæmis ástæða fyrir að ég hef krítiserað svona heftarlega sjálfræðissviptingarlögum sem nýbúið er að setja. Það er að vera að búa til svona indónesískt ástand á Íslandi. Og þannig að það eru 2 hættur í boði fyrir Ísland núna. Það eru 2 hlutir sem ég er hættur að muni gerast. Annaðhvort verður svona aðferðum beitt hérna, og þetta er reyndar það er til meira þess að hreinlegri aðferð heldur en þetta. Það er bara að sprauta fólk til bana. Og ef ég set hérna T4, ég var að játa það að ég er mjög þreyttur líka á þreyttur á heimskuvold. Munið þið gerði hérna vídeo í T8 og þá kommentaði einhver, já, það hét T4. Já, þú veist, come on. Fólk nennir ekki svona að horfa á vídeo og vera að nöldra yfir því. Sko, T4 voru þessi lög sem voru sett sem að gáfu læknastéttinni mjög óeðlileg völd. Og þar byrjaði þessi processing líka alltaf að T4 var að verða að processa fólk, sko. Og þeir sem uppfylltu ákveðin skilyrði voru sviptir sjálfræði og sendir á þessi svokölluðu heilsuhæli, eins og þetta hérna. Og fólk sem að enda á þessum heilsuhælum var drepið hann strax og það kom. Fyrst var það nú svona eitthvað sýndamennska, sko, það var verið að reyna að hjálpa fólki og voru eitthvað svona hæli þar sem að fólk. Þetta hefði ekkert með Hitler að gera. Þetta var gert í skjóli Hitlers. Þetta eru þeir sem að stýrðu atburðarásinni sem gerði þetta. Og það var í þessum heilsuhælum hérna. Já, fyrst voru þið með svona sýndamennsku, þar sem var verið að hugsa fólki í einhverja 2-3 mánuði og svo bara já, dóist þessi, sko. Og endaði síðan í því að fólk var bara drepið núna samstundis, eins og var gert hérna í Indónesíu. Hérna var engin réttarhöld eða nein sýndamennska eða neitt slíkt. Hérna búnar til ákveðnar kringumstæður, þar sem að ofbeldisaðilinn, þessi með hnefann í silkihanskan, situr upp allt syndrómið og veitir hnefahöggið, en þetta er silkihanski, sko. Það voru þessir sem að í raun snertu fólkið, og þeir sem að létu þetta gerast, valdstjórnin í þessu landi, þeir voru náttúrulega aldrei dregnir til ábyrgðar þegar þeir gerðu aldrei neitt. Og þessi gaurar einhvern veginn eru bara rosa gaman hjá þeim, og þeir að vera að gera þessa mynd hérna. Þeir eru bara að rúnta og ennþá að horfa á bíómyndir og þeir eru bara cocky bastard, sko. Finnst þetta bara flott. Já, við bara gerum það svona, þeir fengu borgað fyrir þetta og fengu fullt af bíómyndum og svo eru þeir bara Hollywood stjörnur, svo. Rosa gaman hjá þeim, sko. En það er alltaf greið fróskanir sem að
sitja í súpunni. Þetta þú, sko. Þetta eru Þetta er fólkið sem á blogginu bara: "Já, Kjell, þú ert geðveikur. Þú ert geðveikur." Bíddu, hvar lærðuð þið mannkynssögu? Það er engin villidýr að glíma við þetta fólk. Það er ekki eins og þetta fólk sé að drepast í eitthvað í náttúrunni. Nei, það er annað fólk að gera þetta. Aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og svo blekkingasysteminu aftur og aftur og aftur er að skipta prumpið í skókassanum og aftur er verið að pína fólk og drepa fólk og þú veist, aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Hérna er verið að búa til nýja sáttmálsmörk. Það er búið að skipta nafn og kennitölu á henni, já. En það er sama prumpið í þessum skókassa og öllum öðrum skókassum, mannkynssögunnar. Svo er bara pynta, drepa, pynta. Processing. Allt útkrotað í merkjum þessa djöfladýrkanda hóps hérna. Hnefans. Þetta er hnefinn sem stendur fyrir þessu öllu. Og þeir lifa á kaos, að sitja allt í uppnám og vitleysu. Það er þeirra lifibrauð. Og ef að skatttekjurnar er eitthvað hættar að virka eða eitthvað er ekki í lagi, þá sitja þær allt í kaos til þess að koma reglu á það eins og þeir vilja hafa. Hérna er carpet bombing sem er ennþá í gangi. Það er verið að tala þá þessi nýju gaur þarna sem þykist hafa verið í haldi í æsismanna, einhver svona fransku fréttamaður bara, já, best að sitja bara no fly zone. Það er að því að sko, þegar þeir tala no fly zone þá eru þeir að tala þetta hérna. Orðið no fly zone þýðir carpet bombing. Það er það sem það þýðir. Og Hiroshima er að mínu mati afleiðing af carpet bombing og ég hef áhuga á því. Ég reyndar hef lært sprengifræði og Guðmundi Birgis fræga Bubba bæjarstjóra í Kópavogi. Hann er verkfræðingur og kennari. Og ég sé ekki alveg samhengið í þessum sprengingum, sko. Ég skil ekki hvernig þessi sprengja springur alltaf bara beint upp úr raskatarna á sér, sko. Hvað er það? Og af hverju er ekki epicenter í hérna? Hvar er hann? Hvar er epicenterinn? Það er bara jafn eyðilegging alveg marga ferkílómetra. Það stemmir ekkert. Það stemmir hins vegar við Dresden, sko. Það stemmir alveg ágætlega við Dresden. En það stemmir ekki við því hvernig lýsingum á kjarnorkusprengjunni lýst. En hins vegar sjáið þið að hérna sveppurinn er bara, það er bara fólk bara limpast í njánum og heilinn á þeim slöknar þegar það sér sveppinn, sko. Og síðan er það þessi silkihanskamorð sem að eru, það er búið að sitja, það sem ég er að segja ykkur frá Íslandi, það er búið að sitja upp frameworkið fyrir þetta og þetta hér. Þetta er frameworkið sem er komið upp á Íslandi. Og eins og með froskinn sem er í heita pottinum, að Ísland er að komast á þann punkt að froskarnir mun ekkert komast úr pottinum. Og því miður held ég meira sé að við séum komið fram yfir síðasta söludag með það. Því miður. Og hérna þannig að af hverju er verið að breyta öllum þessum lögum þar sem að svona aðstæður gætu myndast? Af hverju er verið að stafla svona miklu völdum undir ríkislögreglustjóra? Ríkislögreglustjóri getur upp á sitt einsdæmi hleypt vopnuðum sérsveitum til landsins. Og það er annað sem ég vil benda okkur á. Það er hérna öryggisfyrirtækin eins og Q4S heitir eitthvað svoleiðis og Securitas. Þetta eru í raun hernaðarfyrirtæki og til dæmis í þessum fölsku fánum og sviðsetningum og leira slíkt þá
þá nota þeir rosalega mikið öryggisfyrirtæki. Ég meina öryggisfyrirtæki hafa aðgang að öllum fyrirtækjum landsins til dæmis eða heimsins. Þeir eru með lykla af öllu og geta athafnað sig í öllum húsum bæjarins, sko. Og og þessi, ég held að það heiti Q4S eða það er á Íslandi líka, sko. Það er NATO, svona SNATO, hvað kallað er það, cover fyrirtæki eða. Og þið vitið að til dæmis Evergreen gámafyrirtæki, það er undir þessum hatti líka. Og sko Gallup er SNATO og Co. fyrirtæki. Og þessi til dæmis í kosningum, þegar kosningar eru, þá er óbúslega auðvelt til dæmis að ég halda skoðanakönnun og eins og var viðurkennt með skískór og allt það, þá er öll heimili landsins hleruð. Og þess vegna er alltaf eins og þeir gera í Harmagedduna. Þessi alltaf, ertu að segja að hún Guðrún á símanum hjá Gallup að hún sé að svindla í skoðanakönnunum? Ertu að segja það, Axel? Eða hún Sigrún frænka mín sem er að vinna á símanum hjá Gallup, hún hringir út og gerir skoðanakönnun. Ertu að segja að hún sé að falsa skoðanakannanir? Ertu að segja það, Axel? Sjáðu, þetta er svarið frá valdstjórninni eða fjölmiðlafulltrúum þeirra. Og ég nefnilega ekkert að segja það. Ég að segja það að það er þekkt og viðurkennd staðreynd að öll hljóð á heimilum landsins fara til NSA eða til Svíþjóðar eða til Ísrael eða það er allt tekið upp. Og það er til dæmis þessi listi sem kom alltaf út hliðið á ameríska sendiráðinu í Indónesíu, hann er byggður á njósnastarfsemi, sko. Og þá er byrjað að taka út allt liggi fólkið sem hefur eitthvað skoðun á hlutunum og þetta er gert svona fagmannlega. Og sama er með að þegar að búið er að hlera öll heimili landsins, þá veit NSA eða þessir NATO, SNATO, þetta afl, það veit nákvæmlega hvaða heimili eru með hvaða skoðanir í stjórnmálum. Og það er alltaf verið að tala við ykkur tölvuöryggi í forritalevel, en það er aldrei neinn að tala við ykkur á hardware level. Þið þurfa að átta ykkur á því að þessi öfl, NATO og þetta drasl allt saman, þeir eru með hardware njósnir á öllum tölvum og öllum samskiptatækjum í rafmagnstenglunum og ljósaperunum og öllu draslinu. Þannig að það er þekkt staðreynd að það er allt hlerað. Og í sjálfum sér ekkert hefur enginn borið á móti því, það bara verið að tala það hvort að það sé í lagi eða ekki í lagi og það er gert til ellendis, þannig að það er ekki lengur undir íslensku lögum. Og þegar þú ert með þetta, þá notaru og svo er í þessum slembiúrtaki, það er tölva sem gerir slembiúrtaki og ef þú ert með hardware control á tölvunni, þá ræður þú hvernig slembiúrtaki verður. Og ég veit að Guðjón skilur nákvæmlega hvernig þetta er gert og þeir sem hafa eitthvað vit á tölvum, þeir skilja nákvæmlega hvað er að segja. Og ég auglýsti eftir því síðast að einhver tölvufær maður eða kona myndi mótmæla þessu sem ég var að segja þetta. Það hafa engin mótmæli borist, þannig og ég veit að þetta er rétt sjálfur, sko. En þá er óbúslega auðvelt að nota tölvuna til að gera þetta svokallaða slembiúrtak og þá er náttúrulega niðurstaða könnunarinnar ljós. Af því að það er, þú veist, með njósnastarfsemi og öðrum bolabrögðum að þá er niðurstaðan alveg fyrir sig. Og svo sjáum við þegar talið er í kosningum, þess vegna hef ég verið að tala að kosningaúrslit eru fölsuð, að atkvæði sem að greitt er á Íslandi, ekki það ég sé að mælast til þess að fólk greiði atkvæði, af því þar með þetta að viðurkenna þessa glæpastjórn, að sko með því að greiða atkvæði, já, í atkvæðagreiðslum þá hef ég tekið eftir því hvað utankjörstaða atkvæði hafa mikil áhrif á niðurstöðu kosninga. Og atkvæði sem að greitt er á kjörstað eru undir miklu meira eftirliti heldur en utankjörstaða
atkvæði og erlendis frá atkvæði. Þannig að það bendir til þess að það sé verið að hagræða kosningaúrslitum verulega þegar þessi atkvæði hafa svona mikil áhrif. Og svo vitum við að skoðanakannanir hafa náttúrulega svakalega áhrif á heimskingja. Og það meirihluti landsmanna eru hreinir heimskingjar. Þannig að trúa því að séu frjálsar kosningar eru náttúrulega trúarbrögð heimskunnar sem ég er að tala um. Sem eru þessir atheistar og hvað kalla þeir sig allir þessir sem trúa því að þeir trúi engu. Það er svona, ég trúi því ekki trúarbrögð. Og þannig að það er nú ekki eins og ég sé einhver spámaður, að ég sé að fá einhver skilaboð frá hulduheimum. Heldur er þetta meira svona eins og ég sæti með börnunum mínum og væri með sjónvarpsdagskránna. Og ég sagði svona, já, nú eru fréttir, sjáðu. Eftir fréttir, þá kemur veðurfréttir. Og þau eru bara, vá, hvernig veit pabbi? Og svo segi ég, já, svo klukkan 8, þá kemur, þú veist, einhver barnamynd. Og þau eru bara, vá, pabbi veit bara allt, sko. En þau veit ekki að ég er með dagskrána alltaf. Og þannig eru þessar blekkingar með heimskingjana á Íslandi, að þeir bara trúa, vá, þú veist, við erum bara í frjálsu landi en það sem ég er búin að vera að stúdera er dagskrá þessar afla sem er í raun bara ofbeldi mannsins og psychoismi, já, þetta er bara við sem erum svona. Og það er sem sagt sambland af heimsku og ofbeldishneið. Og það er nú eitt sem að þessi miklu öfl hafa átt að sjá. Þeir ná ekki að gera þessa atburði nema með ákveðnum svona holocaust fórnum sem að kalla eru holocaust. Holocaust þýðir fórn. Og þeir eru búin að finna upp eitthvað svona balans og það er skúespilið sem er að hrynja núna. En þeir eru búin að finna upp svona, og það var fundið upp svolítið í seinni heimsstyrjöldinni, með svona að árásaraðalarnir, stríðsglæpaliðið og morðingjarnir, þeir komu út úr seinni heimsstyrjöldinni sem fórnarlömbin. Alveg ótrúlegt, sko. Og þess vegna eru þeir alltaf að gera þessa fölsku fána aftur og aftur og það eru svona mannfórnarathafnir. Þessu bara 9/11 var mannfórnarathöfn þessara afla. Og þeir draga afl sitt frá þessum blekkingaathöfnum. Og það er bara nákvæmlega svo var bara hjá Majónum, það sem þeir byrja að höggva höfuðið af fólki bara til þess að fríða eldfjallið. Og það er allt inn í þessari prumpi skókassa sturlun. Það snýst svona atburði sem að eru einhvern veginn óútskýranlega. Það er bara hópismin sem að veður áfram. Nei, það er fólk. Það gerist ekkert nema að sé einhver manneska sem gerir það. Það deyr engin manneskja, eða veist þannig, einhverju sem að krókódílar éta og hákarlar og eitthvað svona. En það er nánast engin manneska sem drefst, það sem er hættulegast mönnum eru aðrar manneskur. Það er svona hættulegasta fyrirbæri fyrir mannin. Það er ekkert sem ógnar lífiðinu eins mikið og opinberi starfsmenn. Það er bara tölfræðilegu veruleiki. Það er ekkert sem ógnar heilsu þinni fyrir utan ellidauðan alltaf. Það er ekkert sem ógnar heilsu þinni jafn mikið og opinberi starfsmenn. Og starfsmenn í þessu kapali sem eru nánast starfsmenn í þessari hópista blekkingu. Hvort sem það er kaþólska kirkjan eða egypski faraó eða who the hell he is, sko. Það skiptir hann einhver máli, það er allt sama apparati, sko. Og þess vegna er eiginlega heimsku velunin fara til þeirra sem er að lýsa því yfir að þetta er allt saman trúarbrögðum að kenna og ég er bara atheist og ég er bara alveg stikkfrí og bara blablabla.
Veist, það eru bara trúarbrögð líka af því að atheistar eru alltaf að tala um að beita kristna ofbeldi eða þennan ofbeldi eða hinn ofbeldi. Það er eins og þessi nýja tískubóla, þessir súfistar eða hvað þessir hálfvitar heita. Sko þeir þykjast vera eitthvað á móti því að valdstjórnin innheimti með valdi svona kirkjugjöld og svona, sem ég er alveg sammála. Það er bara fáránlegt að gera það. En þeir ætla hins vegar sko að nota valdið til þess að innheimta peningana og svo ætla þeir að gera eitthvað annað. Þeir eru ekkert að mótmæla ofbeldinu eða valdinu sko. Þeir ætla bara einhvern veginn að nota peningana eitthvað annað, já, þess vegna endurgreiða og eitthvað svoleiðis. En það er náttúrulega engin lausn. Það er bara áframhald á heimskunni. Eina sem þarf að gera náttúrulega bara stöð eins og það er þessi stjórnarskrá sem ég hef lagt fram, sem þið getur fundið inn á frelsitv.com, að hún er skrifuð sem móteitur við þetta ógeð aldanna. Það er ekki séns að koma ofbeldi í gegnum klettinn minn. Þessar 4 greinar, það er ekki séns að koma að ofbeldi gegn öðru fólki gegnum þessar 4 greinar. Ef það er hægt þá endilega segðu mig frá því. Og vandamálið, stóri hausverkur, stóra vandamálið og stóra dæmið er ofbeldi. Þeir sem ætla að fara í byltingu til dæmis, já, bara að fara í byltingu, bara bylting. Þeir ætla að beita ofbeldi. Veist, já, fara bara að drepa bankana. Förum bara veist, það er bara helstormur heimskunnar sem veður heiminn endalaust hring eftir hring. Sko svona hring yfir pönnukökunni. Veist, það er bara alltaf sami helvítis helstormurinn sem að geysar allt. Helstormur heimskunnar. Og þessi seiðkallar eru svo klárir í að rugla fólk út á túna, það hálfa verið nóg, sko. Þetta er náttúrulega nær engri átt, skilur við. En hérna, já, það er nú tóttlið svolítið hlustendum í kvöld. Er eitthvað sem þið vilja fjalla annað eða er eiginlega búin með rand kvöldsins hjá mér. Ég nenni varla orðið að fara yfir daglegar fréttir, sko. Það veist, ef þið sjáu þetta ekki þá bara látið kokk ykkur í bátunum. Sko það var meira í Berlín á milli stríðsárana, þá var óbúslega mikið svona menning eða það var svona svipað og núna, veist, bara heilmikið sem sagt heilmikið svona feminismi og fólk bara tala alls konar svona mál, sko. En á sama tíma var alltaf að hækka, sko ég sé fyrir mér að Þýskaland lenti einfaldlega í sömu meðferð og Írak og Líbía og núna Sýrland. Það er sama uppskriftin, það er sama prógrammið í gangi og menn eru bara að kaupa þessa lygasögu aftur og aftur og aftur. Og stríðsglæpir og gegn þýsku þjóðinu voru alveg skelfing, sko. Og það er coverað með lygasögum, sko. Sama og í Hiroshima og Nagasaki er coverað með lygasögum. Sama er með svartadauða. Hann er coverað með lygasögum. Það er fennt sem þið þurfa að skilja til þess að skilja elituna. Það er hornóttisnákurinn. Hann er til alveg aftur í Egyptaland. Það eru myndir af honum í egypskum fornminjum. Þið þurfa að skilja gull, af því að þessi hópur af fólki er eins og Gollum, gaurinn með hringinn í Lord of the Rings. Það stenst engin
þennan hring sem að geta innheimt skatt með valdi. Það er hringurinn. Eitur þurfið að skilja, það er eins og ebóla, svartidauði, Hiroshima og svo framvegis. Það er eitur. Og Rockefeller heilbrigðiskerfi, það er eitur. Þið þurfa að skilja mafíu, ofbeldi og hókus-pókus. 5 atriði: gull, eitur, mafía, ofbeldi, hókus-pókus. Þá getið þið debuggað allt sem er í gangi. Og horfnótti snákurinn, þau eru alltaf að flassa hvort öðru, the gang sign kvöldsins, sem er horfnótti snákurinn sænið. Þess vegna getið þið ekki heldur treyst rússnesku Putin fígúrinni. Það er blekking líka. Og þið sjáið að IMF og bakdýr Kínverja í gegnum brykkið að sameinast. Þetta er allt saman sama prumpið, sko. Þetta er allt saman sama ruglið. Og þessi falsku fánar og París og Charlie Hebdo og allt þetta. Þetta eru svona nútíma ræðslutaktikir, eins og ég sýndi myndir á þann að hvernig maður farið með þrælana. Þetta er til þess að halda þér í vinnunni, eða sérst í þrældónum. Og öðrum víti til varnaðar. Sérst að óttinn er stjórntækið. Og það var það sem að Jesú gerði, hvort sem það var hugmynd eða Guður með nafn og kennitölu, og sagt að hann hefði farið í skráningu, fekk hann ekki kennitölu þá. Það skiptir engu máli, af því að það sem að Jesús sagði eyddi ótta fólks, þannig að það var óttalaust. Og eina leiðin til þess að stjórna óttalausu fólki er að drepa það. Og það er svolítið stórt verkefni. Keisari þess tíma gafst upp á því, það var stórt verkefni fyrir hann að drepa alla hina kristnu. Og hini kristnu geta það bara verið þeir, sko, hini kristnu, þá er búið að dímonisera það. Já, kristnir eru bara fíbl, sko, þeir eru geðugir, kristnir, sko, þú getur alveg sagt, hini óttalausu. Sami hluturinn. En það er búið að fokka með heilan í þér. Þannig að bara, já, hann er kristnir, sko, trúarbrögð og þeir eru bara svona, það bara drullar út þér mikjan, sko. Það hefur ekkert með það að gera. Það sem verður að tala það sem kristnu kalla kristna, það sem að svona, þeir sem eru með þessa fóbíu, getur sagt bara, hinn er óttalausu. Og það er þessna sem að þessi bylgja sem að gengur yfir okkur núna, þessi hellstorms bylgja heimskingjanna, að þeir vilja ekki að það sé verið að kenna boðskap Jesú Krists, er að þá verður fólk óttalaust. Það er náttúrulega gengur ekki. Og það skiptir ekki máli hvað þú kallar það. Sumir verða óttalausir að þeir gangi í Búdda hreyfinguna. Þess vegna eru þeir að tala um að eyða öllum trúarbrögðum nema einhverju New World Order drullumalli sem getur bókað að verður allt svona byggt á ótta og tekið allt út sem að eyðir ótta fólks. Því að eins og þetta er ofbeldis, við lifum í ofbeldi eins og fiskur í vatni, þá er það, það er þetta framkvæmdin, sko, en óttinn er þetta huglega stjórntæki. Og sér allir með þess að þegar að
ég sé það niðri í miðbæ, ég er alltaf þessi vitleysugaur sem fer alltaf að skipta mér af, sko. Flest fólk í dag fer niður í miðbæ og sér einhvern vera það fara 15 gaurar og berja einn gaur. Fólk stendur bara hjá og horfir á þetta. Af hverju það? Finnst þér til dæmis réttlátt að 15 á móti einum í slagsmálum? Finnst þér það sanngjarnt? Af hverju grípur fólk ekki inn í? Af því það óttast. Það óttast að eitthvað komi fyrir það sjálft. Það óttast að það verði ráðist á það. Einmitt. Það er stjórntæki ofbeldisins er ótti. Segjum niðri í miðbæ, það eru 1000 manns á Ingólfstorgi og það brjótast út slagsmál þar sem einn verður fyrir árás 15. Þá er allir þeir sem eftir standa þarna 985 eða eitthvað, þeir standa allir bara lamaðir ótta. Og það er þjóðfélagsverkfræði sem búið að keyra inn í hausinn á fólki. Að því ef að þessir 900 rúmlega sem standa þarna myndi segja nei, við líðum ekkert svona. Þetta er ofbeldi, þetta er ólögmætt ofbeldi. Þá ertu allt í einu komið með 900 og eitthvað á móti 15, sko. Og þegar kemur að ofbeldi þá er það bara stærðfræði, sko. En að sama leyti, á meðan verið að sprengja lítil börn í Sýrlandi upp í dag og í gær og fyrir þetta, þá eru sprengt lítil börn í Tætlur og Sýrland á morgun. Á meðan þú stendur og borar upp í raskataður og rungaðir í kassa, þá halda ofbeldismenninni bara áfram að sprengja lítil börn í Tætlur. En þú ert svo heimskur, eða svo heimsk að þú fattar ekki, það er bara spurning það hvenær röðin kemur að þér og þinni fjölskyldu. Og þá allar eitthvað að fara að rópa, já, allar að hjálpa. Veist, það er bara fuck you. Þú ert bara í hellstormi helvítis. Heimskingiðin. Akkúrat það sem þú átt skilið að vera. Og það er það sem við erum að tala um þegar við erum að tala um helvíti í Biblíunni. Það er helvíti. Það þarf ekki einu svona að fara út fyrir raunveruleikann til þess að skilja Biblíuna. Það þarf ekki að fara í neitt andlegt eða hún er svo lógisk og svo nálægt jörðinni. Og ég til dæmis les Biblíuna þannig. Ég les hana sem dæmisögu raunveruleikann. Það er eins og sagan 9 fötin keisarans. Veistu hvað þessi keisari hét? Veistu hvernig hann var fæddur? Veistu hvað kennitölu var með? Ef þú veist ekkert af því, þá veistu ekkert þessa sögu það. Og allt sem hún segir og hugsar henni er bara heimska, eða hvað? Nei, það er boðskapur í sögunni. Ég vissir það ekki. Ég veit ekki alveg hvað fávitaði með núna á hinum með við myndavélina, sko. En þessi saga 9 fötu keisarans er dæmsaga sem er að segja frá sem að allir dýrkuðu keisaran og enginn þorði að segja neitt. Þannig að þegar keisarinn spurði hvernig eru 9 fötin mína sem voru engin föt, þetta var blekking, þá sögðu þeir, þetta er svo flott, þetta er svo fínt hjá þér, og það eru þessir fávitar sem eru svo hræddir að þeir bara hreyfi ekki litla putta þegar 15 er að buffa einhvern og jafnvel þessi sem er verið að buffa verður fyrir varanlegum skaða. Það er þú. Þú ert helstormur heimskunnar. Það er þú. This is you. Og á meðan það er þannig þá bara hitnar undir bátinum. Og rannsóknarrétturinn heldur áfram til eilífðarnóns. Og ég held að ég fannst ykkur ekki svolítið flott þegar ég kom með örkina
frá Agenda 21 dæminu. Ekki svolítið merkilegt? Er það ekki svolítið merkilegt? Og ég ekki deila því bara hérna á fésbókina mína. Þetta er Frelsi TV. En hérna, ég ætla nú að fara að njóta restarinnar á kvöldinu með minn fjölskyldu. Og hérna, ég ætla að enga lofa hvenær ég verð næst með þátt. Já, ég var nú að skamma á það með styrkina. Ég er að hætta lífi mínu og leggja líf mitt í ýmsar óþægilegar. Já, það hefur kostað mér fórnir og vesen að standa í þessu öllu saman. Og hérna, það er svolítið skrítið að fólk einhvern veginn á ekki 500 kall einu sinni til þess að styrkja Frelsi TV. Ég skil það ekki alveg. Einfaldasta leiðin til þess að svona þakka mig fyrir eða segja já, þetta er frábært hjá þér, sko. Það er ekki að læka á Facebook, sko. Takk fyrir það og það er frábært. Eða deila vídeóum, það er frábært, sko. En hérna, svona raunverulegur, svona stuðningur í raunveruleikanum er raunverulegur stuðningur, sko. Ég aldrei skilið þetta, sko. Ég veit ekki. Ég er kannski svona vitlaus. Það veist, mér hefur fólk hérna sem hefur verið að horfa á Frelsi TV hefur spurt mig, já, hvernig getum við farið í áskrift hjá Retas Radio? Veist, já. Veist, allir eru bara einhvern veginn áskrifandi hjá Stundinni, sko, ein fjölmiðlan enn. Þú veist, ég meina, gangi ykkur vel í hellstormi heimskunar. Bara good luck with that. Sittið endilega tíma ykkar og fjármunni í eitthvað sem skiptir máli eins og eina fjölmiðluna en hérna takk fyrir kvöld. Þetta er búið að vera hvað 3 tímar og ég er megnið þessu upprifun nema prumpið í skókassanum með nýr þesis. Þetta með silkihanskan er ný dæmisaga og hérna það er alveg hægt að lesa eins og ef maður les dagskrá af sjónvarpsstöð þá veit maður svona cirka hvenær eitthvað byrjar. Það er náttúrulega virkar ekki á Frelsi TV. Reynda var ég á mínútunni í kvöld en stundum tekur meiri tíma að tengja. Þá er það ekki alveg upp á mínúta. En hérna það er alveg fyrirséð hvert þetta fer. Þessi ferill núna hjá NATO og Co. Og hérna það er ekki góð endastöð sem þessi lest er að fara. Og því miður þá hverfulist þið í helstormi heimskunar. Það er bara staðreynd, raunveruleikinn. Og hérna fólk þarf eiginlega bara að fara í þetta köld prógram, sko, það er til svona afköldunar prógram, það er til á efnum mjög mikil lýsingar á því hvernig það er gert. Og eins og sagt er þarna, ef þú heldur á sért í köldi þá endilega lest þessar leiðbeiningar. Það sko fólk getur verið í köldi annars átt að sjá því meira að segja. Og hérna því er ekkert að reiður út í mig fyrir það, það er ekki mér að kenna. Það er mjög algengt í hérna sá sem er að færa fréttirnar. Fólk verður mjög reitt út í hann. Herðu, takk fyrir komin í kvöld og góða nótt.